Nýir samlokusímar frá Samsung. Nú með glæsilegum kaupauka. Tvöfalt geymslupláss og Galaxy Buds 4 Pro. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið heil og sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 14. ágúst. Nú lifa rétt rúmar 2 vikur á kosningabaráttunni það hvort Ísland muni sækja aðild að Evrópusambandinu að nýju eða ekki. Þetta spennandi barátta sanna sagna og við höfum fylgt henni eftir hér á síðum Morgunblaðsins, á mbl.is og í Spursmálum og við munum gera það alveg fram að kjördegi 29. ágúst. Ég ætla að ræða hér við góða gesti á eftir og kannski munu Evrópumálin bera þar á góma þó þau verði ekki í sérstöku aðalhlutverki. Það mögnuð vika að baki hér á landi og við erum mörg hver algjörlega orðlaus eftir að hafa upplifað almyrkva á sólu á miðvikudaginn. Þetta atburðarás eða náttúruvætti sem maður gleymir ekki eftir að hafa upplifað það eins og við gerðum, þrátt fyrir skýjahuluna sem var yfir stórum hluta þess svæðis þar sem almyrkvans var vart. Ég vil minna ykkur á forsíðumyndina sem við birtum hér í blaðinu í gær sem að Ragnar Axelsson, sá mikli meistari, lét okkur í té, sýnir almyrkvann eins og hann blasti við Ragnari þar sem hann var kominn skýjum ofar á flugvél sinni. Það magnað eiga ljósmyndara sem að geta fangað þessi ótrúlegu augnablik eins og honum einum lagið. Hér í blaðinu í dag erum við líka að fjalla almyrkvann og þar ræðum við skipverja á Kaldbaki það er eitt af glæsilegustu skipum flotans. Þar kemur fram lýsing á því hvernig almyrkvinn hafði áhrif á dýrin í undirdjúpunum. Þetta náttúruvætti hefur nefnilega áhrif svo víða og miklu víðar heldur nokkuð grunnar. Hvet ykkur til að kynna ykkur þá frásögn alla. En ég ætla hér á eftir að ræða við góða gesti. Þau koma til mín til að ræða fréttir vikunnar. Sigríður Á. Andersen, fyrrverandi dómsmálaráðherra og þingmaður Miðflokksins og Óskar Magnússon, bóndi úr Fljótshlíð og rithöfundur. Það er margt að ræða, ekki síst tengt réttarkerfinu. Í síðari hluta þáttarins koma hingað til mín 2 menn sem að hafa mikið atburðarás næstu vikna að segja. Það eru þeir Þorsteinn Víglundsson sem formaður samtaka iðnaðarins og Vilhjálmur Birgisson sem formaður Starfsgreinasambandsins. Það stendur fyrir dyrum að endurskoða kjarasamningana sem voru gerðir á almennum vinnumarkaði árið 2024 og það hriktir í stoðum þeirra samninga. Í ofanálag Seðlabankinn að búa sig undir það að tilkynna okkur hverjir stýrivextir verði hér fram á haustið. Þetta allt eitthvað sem við tökum fyrir í þættinum í dag. Fylgist þið með. Nýr GLC frá Mercedes-Benz. Alrafmagnaður lúxus með alltaf 715 km drægni. Forsala hafin. Askja. Ekki láta loka þig inni. Meldu frelsi. Samsung. Mannvirki, byggingar og hallir. Hvað sem þú vilt byggja, þá framleiðum við byggingarefni framtíðarinnar. Limtré Vírnet. Heilskoðun hjá Intuens veitir ítarlegar upplýsingar stöðu líkamanns. Með segulómun hægt að greina breytingar og frávik áður en einkenni koma fram. Með þessum upplýsingum getur þú tekið upplýstari ákvarðanir heilsuna þína. Kynntu þér málið á intuens.is. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Í vikunni hefur elsku besta stjórnmálafólki okkar verið eins og villt sumarblóm í fullum skrúða allar koppagrundir, enda engin þurrkatíð verið sko. Síðustu helgi tóku Obba og María Rut og tók þátt í regnbogagöngunni og þar auðvitað mátti sjá fleiri svona hýrlega viðreisnarliða taka þátt í dagskrá hinsegin daga, enda mjög mikilvægt að standa vörð mannréttindi krakkar mínir. Þau fást nefnilega ekki gefins. Og Ísland ekki heldur gefins, mín kæra María Rut. En við ætlum sko ekki að fara að gefa ykkur brusselingum landið okkar. Sko öll þjóðin sem á landið saman. Jón og Gunna, Pétur og Páll og Sigga upp í sveit og allir hinir. Það hefur nefnilega aldrei verið eins jákvætt að vera neikvæður og núna.
Á dögunum myndi tóka Gunn okkur almúgan á að nýta kosningaréttin nú hægt að fara til sýslumanns og kjósa nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni, skrifa undir skilnaðarpappírana í leiðinni eða skipta föðurnafn eða bara hvað sem Ferð til sýslumannsins alltaf ferð til fjár. Dagga Konna lætur sig ekki rigna niður í vætutíðinni hér á landi. Ó nei, heldur bara gengur hún undir ESB-reglíf alla borg með bros á vör. Og þarna kom hún alveg aldeilis upp Evrópusambandið. Það nefnilega ekkert bara eintóm gleði og gott veður í löndunum hennar Úrsulu, sko. Æ, einfeldnin. En Dagga má nú eiga það að hafa verið aðeins betur búin við veðrun en Simmi Dabbi sem hafði áhyggjur af því að sjá ekki til sólar á tímum almyrkvans. Ég meina við hverju bjóst hann eiginlega, verandi þarna inn á vetur.is að rýna í þetta. Kræst! En já, þetta blessaðist og að sjálfsögðu svo þakkaði hann Stjörnu Sævari fyrir að hafa planað þessa dimmu alla saman. Ég segi bara fálka orðu á hann takk. Sko Stjörnu Sævar, ekki Simma. Forsætisráðherra horfði til heimins á Reykjavíkurflötu þegar Stjörnu Sævar sneri dimmernum á ljósunum og slökkti á dagsbirtunni rétt áður en hún stökk upp í flugvél á leiðinni til Eskifjarðar. Þetta var alveg ótrúlegt augnablik sem verður örugglega bara greift í minni ráðherra sem ókomna tíð. Bryndís Haralds fylgdist líka með almyrkvanum en sko hún var með allri ættinni sinni og samt sá hún bara ekki rass í balla. En guðsi lofa maður hafi kannski tekið kvittun fyrir kaupunum á sólmyrkvaglerunum. Ekki 14. skilafrestur í öllum verslunum svona samkvæmt lögum eða? Spyr fyrir vinn. Sjálfur kóngurinn eldaði eldaða kalkunabringu í tilefni af sólmyrkvanum. Engin smá flotteit á honum sko. Og já, sumir fengur náttúrulega bara pakkanúðlur að éta, þannig að svo hann bara alltaf eitthvað að panta sér eitthvað drasl af eBay og Temu og sækja í postbox hinga og þangað alla borg. Þvílíkur munaður, ha? Já, hann væri sko ekki með svona mikið á milli handana til að spandera ef Ísland væri í ESB. Ég get alveg sagt ykkur það. Diljá Mist og Simbi krúttuðu yfir sig á miðlunum í vikunni en þetta það sem að Diljá gerir þegar hún kemst ekki alþingisræktina. Bara heldur á kjötstykkinu Simba til að viðhalda byssunum. Hún deyr náttúrulega ekki ráðalaus þessi elska. Öll stærðin fór bara í heilan á henni annað en hjá sumum. Austurlenski konfektmólinn komin í jólastuð enda það alveg fullkomlega leyfilegt strax eftir verslunarmannahelgina. Hann sko strax farin að hrista og þukla á pakkanum og veit nákvæmlega hvað í honum. Inga okkar Sæland var í banastuði í vikunni og deildi með sínu fylgdarfólki á fésbókinni ansi skemmtilegum og viðeigandi svona spakmælatexta eftir skáldið Kristján Hreinsson sem hún gat auðvitað spekla sig í. Já, maður á að hætta að brúka svona munn alltaf, ha? Í vikunni myndi Logi Einars okkur líka á það að það eru aðeins örfáir dagar eftir af myndlistasýningu hjá syni hans, Úlfi Logasyni. Hlaupið, skoðið og kaupið. Ok, bye! Komið sæl að nýju, við þökkum Ásthildi fyrir hennar ágætu yfirferð á fréttum vikunar eins og þau blasa við okkur á samfélagsmiðlunum en hingað eru komin góðir gestir til að ræða ýmsar fréttir vikunar híðan og þaðan. Það er Óskar Magnússon, bóndi úr Fljótshlíð og rithöfundur og Sigríður Á Andersen, alþingismaður fyrir Miðflokkinn og fyrrverandi dómsmálaráðherra. Komið sæl, bæði tvö. Já, sæl. Áður en við förum eða snúum okkur að raunveruleikanum, þá ætla ég að víkja orði að skáldsögu sem að þú varst að gefa út, Óskar, og ég verð að viðurkenna að mér brá nokkuð í brún þegar að hún var kynnt til sögunar mitt í átökum hvalveiði manna og hvalavendurna sinna. Þetta bók með heitinu Hvalamorð og þetta ekki kallað flensari? Nei, jú, flensari, jú. Flensari. Það tæki sem að menn, eða vopn sem að menn nota til að skera hval en mögulega eitthvað annað líka. Já, það munum menn finna út ef þeir lesa bókina sem að menn eru nú að gera, sem betur fyrir. En þetta er merkilegt vopn og þeir sem að því beita hafa mikla virðingarstöður við hvalskurð og það er enn þann dag í dag þannig. Þetta eru alvöru menn. Þetta eru alvöru menn og þetta eru mismunandi týpur sem að menn notast við og beita? Já, þetta er alveg sérstök fræðigrein að búa til svona vopn og þeir sem eru kallaði flensarar, þeir verða til dæmis aldrei veikir. Nei, þeir mæta á vakt. Já. Hvað sem tötur og raular? Þeir taka norska brjóstrópa, setja eitthvað út í þá sem enginn veit hvað er og svo mæta þeir á vaktina. Myndu þau gera það ef þetta væri ríkisfyrirtæki? Ég efast það. Ég held að þarna sé uppeldið með öðrum hætti en að venjast þar.
Ég las þessa bók og hafði mjög gaman af eins og öðrum þínum skrifum. Ég ætla ekki að rekja söguþráðinn eða hvað dregur helst í tíðinda þarna, en ég tek eftir því og það verður ekki hjá því komist að greina í helstu karakterum þjóðþekkta menn. Það eru vísanir þarna sem þú ert ekki mikið að dylja. Það er nú kannski meira gert mér til skemmtunar en það er ágætt ef að aðrir hafa koma auga á það, en já, þetta er samtíma saga. Já. Þetta eru hlutir sem að gerast fyrir framan augun á okkur og hvað ég segja, enn nær okkur heldur en að mig óraði fyrir þegar ég var að skrifa þetta. Já. Og sannleikurinn sá að maður vill nú skrifa góða skáldsögu með réttu plotti og þetta er lögfræðileg saga en ég get ekki sagt annað en að það sem síðan hefur gerst tekur öllum skáldskap frammi og er með slíkum ólíkindum að ef ég hefði skrifað þá vitleysu sem að gengið hefur á frá því að íslensk yfirvöld blönduðu sér í málið út á rúmsjó, þá hefði ég ekki verið tekið mark á mér sem rithöfundi, því að þetta er svo ævintýrlegt og farsakent og lögfræðin svo vitlaus sem að fylgt eru á eftir. Ég get kannski sagt eitthvað betur frá því á eftir, en að mér hefði ég hefði ekki komist upp með það sem rithöfundur ætla að láta taka mark á mér ef að það hefði verið í skáldsögu. En þetta er að einhverju leyti auðvitað farsi og þetta er glæpasaga. Tímasetningin á þessu koma nú, manni fannst þetta, sennilega var þetta besta sem gæti komið fyrir því sem rithöfund að menn skyldu lendi þessum átökum við bandítana á vegum Paul Watson. Já, það eru mjög margir sem halda því fram að ég hafi skipulagt þetta allt en það sem ég þurfti nú fyrst og fremst að gera var bara að stilla af, þegar ég áttaði mig á því hvað var að gera, þá þurfti ég að stilla útgáfudag og prentun. Hún átti ekki að koma út í sumar? Nei, hún átti að koma út jólin og hún gerir það kannski og verður gjafabók, en núna er hún sumarlesning fyrir fólk í bústöðum og baðströndum. Já. Sigríður, erst þú búin að lesa þetta? Nei, ég ætla að tryggja mér eintak. Þetta er já, ég mæli með þessu og ég hafði mjög gaman að þessu. Ég held að ég hef greint allavega svona 17 karakter í þessari bók sem að ég gæti dreigð einhverja línur á milli manna. Misaugljósar en sumar þannig að blindur maður hefði séð. Talandum þetta mál, þessara hvalveiði andstæðinga sem að koma hér inn fyrir lögsuna, við sjáum þessa svakalegu lögreglaaðgerð sem er nú óvant hér á landi. Í hverju höfum við lent hér, Sigríður? Ég veit það ekki, reynilega, ég er ekki viss um að nokkur maður viti það alveg. Ég bara fylgst með þessu fréttum eins og aðrir og svona það væri svona eins og menn væri einhverjum vandræðum með til hvaða viðbragða eða aðgerða menn ætti að grípa, þar að segja stjórnvöld. Skipið látið einhvern veginn lóna hér og áhafnameðlimir borð og það var nú svona helsta fréttin sem ég tók út úr þessu að þeir væru, þá vantaði kost og gengju örna sinna í vaskana þarna, það var einhvern veginn svona fréttin en Óskar hefur nú fylgst með þessu meira og gerir auðvitað mikla athugasemdir sem ég get tekið undir einhverju leyti varðandi brottvísun þessara manna og það hafi ekki verið gefin út ákæra. Ég menn ef það náttúrulega liggur fyrir eitthvað brot þá hefur náttúrulega átt að gefa út ákæru en þetta mál var svolítið lengi að velkjast hérna kannski í kerfinu og menn kannski ekki nógu vel áttaðir í því til hvaða viðbragða menn þurfa að grípa stjórnvöld þegar að svona ástand kemur upp á sjó. Þetta sem betur fer sjaldgæft en menn þurfa held ég að kannski skerpa á einhverjum ferlum og kannski aðeins að skerpa á einhverju lögfræðikunnáttu kannski í þessum efnum, hvernig á að bregðast við í svona. En höfðu menn ekki tíma til þess að það hafði blasað við lengi að þeir voru að koma hér inn í lögsöguna og ætluðu sér einhvern veginn að gera Kristján Loftsson og hans mönnum erfitt fyrir varðandi hvalveiðarnar? Búin að tilkynna það fyrirfram þannig að þess þá heldur auðvitað hefðu menn átt að vera undir þetta búnir. Ég held að, ég held það líka og þegar haft í hótunum opinberlega skemmdarverk af sama tagi voruð hér 1986 þá hljóta stjórnvöld að hafa leyfi til þess að undirbúa og grípa til ýmissar, forvarnar ráða
En ég held að stjórnvöld hafi svona framan af staðið sig frekar vel í þessu og það gerist eins að þegar að Bandero lætur til skara skríða út á rúmsjó og stofnar lífi íslenskra sjómanna í stórkostlega hættu, að þá kemur Landhelgisgæslan og með sérsveitir sínar og sérsveitir lögreglu og þeir stofna sjálfum sér í stórkostlega hættu. Það er ekkit grín að fara borðum í bát út á rúmsjó á 15 mílna hraða. Skipstjórinn stemdi þeim í aukna hættu með því að auka hraðan þegar þeir höfðu skipað honum að stöðva. Já, og hlýðir engum fyrirmælum, en og ég held að sú aðgerð hafi verið afar vel framkvæmd af hálfu gæslunar og sérsveitamanna og síðan þessu undarlegt sem tekur við, sem er ekki vona menn átti sig á, og þó að ég á nú einhvern tímann lært lögfræði þá ger ég það nú ekki til fulls, en ég get þó sagt það að þeir skipið er fært til hafnar. Þetta er allt saman rétt og þetta gengur allt. Menn hafðir í haldum borð. Svo byrjar hér yfir verslunarmannahelgi heilmikið stímabragg, þar sem að kallað eru til ýmsar Málið er á forræði lögreglunar. Þetta er lögreglumál. Þetta er refsimál. Þetta er brot á refsilögum og ýmsum lögum. En einhvers staðar á því ferli, þegar búið að ræsa 21 lögmann á föstudagskvöldi fyrir verslunarmannahelgi, þá gerist þau furðulega heit að Útlendingastofnun blandast í málið eða blandar sér í málið og skyndilega er forræði málsins með einhverjum dularfullum hætti lent hjá Útlendingastofnun, ekki hjá lögreglunni sem var með málið og heldur ekki hjá ríkislögreglustjóra eða Landhelgisgæslan. Landhelgisgæslan var búin að afhenda bátinn og málið lögreglunni eins og vera ber og þarna yfir helgina, verslunarmenningina, þá er kokkað upp brottvísun og endurkomubann hjá Útlendingastofnun og þetta er ekki einu svona dómstóll. Það er engin dómstóll sem kemur nálægt þessu máli að heita má. Þannig að það eru menn sem eða ætti að sæta rannsókn og liggjandi grunn eða hreinlega staðfesta hafi brotið lög, refsilög og það er einhver stofnun sem hefur ekkert með þau mál að gera sem að gerist aðaleikar í málinu. Já, hún finnur sér einhvers konar lagagrundvöll til þess að vísa mönnunum úr landi í stað þess. Við kunnum sum okkar bara gömlu landhelgismálin. Þegar þeir voru teknir, þá voru þeir farið til hafnar. Þeir voru settir í varðhald í 3 daga. Þá voru þeir ákærðir og 4. degi voru þeir dæmdir og þá voru afl og veiðarfæri gerð upptæk. Þeir voru beittir sektum oftast, frekar en varðhaldi. Og ef í hart hefði farið þá hefði skipið verið kyrrsett til tryggingar fyrir sektum eða það voru setta tryggingar fyrir sektum. Svona lauk málum. Menn fengu eðlilega meðferð fyrir dómstólum en ekki einhverjum dularfullum stofnunum og inn í þetta blandast að Samgöngustofa allt í einu látin gefa út eitthvað plagg það að skipið sé ekki haffært og það er eitthvað svona millistofnana leikur til þess að lögreglan þurfi ekki að, það sem það heitir á vondu löggumáli, haldleggja skipið og svo framvegis. Og niðurstaða allir þessu er svo að á 3. degi þá eru menn kallaðir, þá er allt í einu lögreglanir í Reykjavík sem eru með rannsóknmálsins komið til hliðar og brottvísunardeild ríkislögreglustjóra komið með málið. Þetta er nú samt lögreglumenn hvort ekki, þetta er samt sitt hvort stofnunin. Og þeir kalla á þessa menn, þessa 21, og gefa þeim farmiða. Og skipstjórinn, hann horfði bara á farseðilinn og svo hann dreif hans út á flugvöll og flög beinarleitis í Atl. Og að vísu getur hann ekkert nota vildapunktana því að hann kemur ekkert aftur. Ekki næstu árin. En já, hann hafði heldur engan áhuga á því. Þetta er mjög í tískununa að senda fólk út úr landi og Já, og það er annað alveg svakalegt mál náttúrulega það úr viku, frá þessar viku. Þessu Bandero-máli er þetta það áhugavert mitt ef að það liggur fyrir eitthvað brot í þessu að menn hafi ekki verið ákærðir að farin þessi leið og ég veit ekki hvort það er eitthvað svona
skítrætingi í því að láta menn bara fá endurkomubann og það væntanlega gildir inn á allt Schengensvæði líka, svo það má kannski ekki draga úr því að það alveg heilmikil refsing að fá endurkomubann inn til Íslands, það á að skrá það í Schengen gagnagrunninn og á að þá að gilda inn á allt Schengensvæðið. Svo við gerum kannski ekki líka því, en þetta þarf auðvitað að vera allt svona kannski samræmi við. En það ekki líka dómstóla samkvæmt þrígreiningu ríkisvaldsins að ákvarða refsingar fyrir fólk? Jú. Þannig þetta auðvitað... Það bara algjörlega farsakent að menn sem að reyna að drepa íslenska sjómenn út á rúmsjó, reyna að verjast með ófyrirlitnum hætti þegar að lögmætt íslenski yfirvöld reyna að blanda sér í það mál. Og þeim sé bara afhendu farseðil til útlanda og sagt, ertu blessaður? Þú máttu vísi ekki koma aftur en öðru leyti hefur ekkert að tala. Hver bær til þess að fara yfir þessi mál? Einhver stofnun sem er það eftirlitsnefnd störf lögreglu? Hver það sem fer ofan í sauman á svona lögu ef þetta eru þessar brotalamir sem þú lýsir? Þetta heyrir allt undir dómsmálaráðherra. Já. Við myndum telja það að dómsmálaráðherra þyrfti nú að gera þessu með einhver skil og það ekki útilokað að þetta komi til umræðu á þinginu þegar kemur saman. Og jafnvel stjórnskipunar eftirlitsnefnd sem gæti haft áhuga á bara að fá einhverja tímalínu eða lýsingu á öllu þessu máli. Af því að ég held nú að menn þurfa að vera undir þetta búnir einhverju leyti kannski betur ef að þannig liggur í málinu að menn hafi einhvern veginn verið að reyna að taka einhverjar setja sér leið í einhverju eða eins og menn segja að ég er ekki búið og íta málinu út af borðinu sko. Það náttúrulega gengur ekki, þannig að menn þurfa nú að vera undir þetta búin. Þannig að það er ekki útilokað að þetta komi til umræðu á þinginu. Annað mál sem þið nefni hér sem komið svo þrumulfiskir lofti, Angelín Sterkæ, held ég að þessi maður heiti, sem tók annar manna lífi, köldu blóði, nokkrum byssukúlum árið 2021. Já, hann laus úr haldi og farin heim til sín. Er þetta samfélag okkar orðið þannig að menn geti gert það sem þeir vilja og hljóta litla sem enga refsingu fyrir? Já, þetta eitt af þessum málum sem að kannski afleiðing af, svona óvænt afleiðing af lagabreitingu sem var gerð núna í sumar, sem að dómsmálaráðherra lagði mikla áherslu á að þingið myndi samþykkja. Þingflokkur Miðflokksins gerði það nú ekki, greiddi ekki atkvæði með þeirri lagabreitingu því að frumvarpið í sjálfu sér var svona einhvers konar, það var svolítið furðulegt að leggja fram breytingu á lögum fullnustu refsinga sem á bara að gilda í 1 ár og er til þess ætlað að tappa af fangelsunum eins og það var bara beinlínis orðað í framsögu dómsmálaráðherra. Af því fangelsin væri orðin svo full að þá þurfti einhvern veginn að hleypa föngunum fyrr út gegn því að þeir eru þá sendir til síns heimalands. Þannig að þetta varðaði bara erlenda fanga sem að með þessari breytingu á lögum geta þá átt von á því að þurfa bara að aðpleina miklu skemur dóma heldur sambærilegur íslensku fangi í fangelsi. Því íslensku fangi fer hann á svo sem ekki rétt á reynslulausn, hann á rétt á að ósk hans reynslulausn sé skoðuð og metin af fangelsyfirvöldum og það auðvitað þannig í framkvæmd að flestir fá reynslulausn eftir ákveðin tíma, ákveðnar reglur sem þar gilda fara þá inn á vernd eða eitthvað annað. En þessi erlendu fangar hafa það ekki vegna þess að reynslulausn auðvitað ætluð til þess að menn komist inn í samfélagið aftur og ef að fyrir liggur brottvísunar úrskurður, ef hann liggur fyrir, að þá auðvitað tómt mál að slíkir menn fari reynslulausn. Þar með ekki sagt frá mínu bæjardyrum séð að erlendir aðilar eigi þá ekki bara að sitja í fangelsinu og afplána sinn dóm. Þótt eigi brottvísunar ákvörðun von á henni, að mínu mati eiga þeir þá bara að sitja í fangelsinu og klára dóm, að minnstakosti þegar er að ræða dóma fyrir svívirðilega glæpi eins og hér ræðir. Þannig það kom mér á óvart að þetta ákvæði, þessi lagabreiting, tímabundna, yrði notuð í þessu tilviki. Svo var því líka telt fram að þetta væri, það lægi fyrir að þessi menn ættu engin tengsl við landið, það er auðvitað að koma margir skipulagri brotastarfsemi, burðardýr og allt þetta, fólk sem kemur tímabundið, látið það nú vera að þeir afplána eitthvað og fara síðan út með endurkomubann og ef þeir eru utan Evrópu þá fá þeir endurkomubann inn á allt Schengensvæðið. Í þessu tilfelli
skilst mér að því ég fór nú bara eftir ég hafði nú sett einhverja færslumynd í gær, þá fór ég nú að lesa dóminn yfir þessum manni og ég sé ekki betur en að hann hafi mjög mikil tengsl við Ísland. Hann á hér barn. Það komi bárust fréttur það í fyrra að hann hefði gift sig, fengið leyfi úr fangelsi og gift sig hér. Ég veit ekki hvort það var íslensk kona. En í öllu falli liggur fyrir að hann með tengsl inn í landið. Þannig að það kemur á óvart og ég held að dómsmálaráðherra komist ekki hjá því að svara fyrir þetta. Nú hefur fangelsismálastjóri svarað að einhverju leyti. Það nú svona svar sem svona margt í mörgu og vísar einmitt til þess að þessi menn hafi ekki tengsl við landið. Það liggur bara fyrir í dómi Hæstaréttar að þessi viðkomandi maður hefur tengsl við landið. En nú það líka þannig að við búum við, eða ég hélt að við byggjum við þrígreiningu ríkisvalds. Jú, svo það sem dóms, framkvæmd og löggjafarvald. Það einhverju dómarar í Hæstarétti Íslands sem að kveða upp þann endanlega dóm að þessi maður skuli sitja á annan áratug í fangelsi. Þeir bara lesa það allt í einu á vefmiðlum að þessi maður bara komin á eitthvað kaffihús út í Albaníu. Já, og dómurinn féll fyrir 3 árum. Það 3 ár síðan þessi dómurinn féll. Þetta eru rosaleg skilaboð. Já, og þetta hefur svo sem verið svona lögfræðilegt álitaefni og margir dómarar og ekki bara dómarar, líka lögmenn og lögfræðingar hafa bent á að þetta orki tvímælis að hafa í lögum veita fangelsismála yfirvöldum heimild til þess að ákvarða reynslulausn. Helgi Jónsson, fyrrverandi hæstaréttardómari, hefur beinlínis skrifað grein og mætt hér í viðtali og fullyrt að þetta sé brot á stjórnarskrá lýðveldisins. En það heyrist ekkert í dómsmálaráðherranum, henni virðist bara vera alveg sama með þetta. Nei, en þetta er auðvitað bagalegt. Ef að framkvæmdin sérstaklega hjá Fangelsismálastofnun er orðin þannig að það er orðin einhver ákvörðunar ástæða hvort að fangelsin séu full eða ekki, eða eitthvað svona peningaspursmál, þvert á kannski refsistefnu í landinu. Og nú ég ekki talsmaður harðra refsinga og ég tel að lausnin að vanda fangelsana, hún eigi auðvitað að vera sú að breyta hegningarlögum og draga úr þessari miklu refsiþyngd sem að liggur við ýmsum brotum. Þá ég ekki að tala ofbeldisbrot, hvað þá morð. Heldur það auðvitað fangelsinu full af þessum fíkniefna brotum sem við verðum að fara að endurskoða refsistefnu hvað það varðar. En þetta finnst mér ekki góð skilaboð frá fangelsismála yfirvöldum að framkvæma og fara svona með valdheimildir síðan. Þessi 2 mál sem við erum búin að tæpa á hérna sem eru á sviði framkvæmdavaldsins. Og nú nenni ég ekkert að tala meira um ESB en nauðsynlegt er. Þú kennst ekki hjá því hér eftir. Já, mig grunaði það nú. En hvernig framkvæmdavaldið hefur beitt sér í þessum 2 málum sem við Sigríður erum hér að tala bendir nú ekki til þess að við höfum nokkuð við framkvæmdavald að gera. Og þetta kannski sleppa því út úr fullveldinu. Því að þetta er náttúrulega alveg gjörsamlega til skammar. Og að hér komi menn og skjóti 9 skotum í menn í dyrunum heima hjá sér og séu dæmdir í 16 ára fangils og gangi svo út eftir 4-5 ár. Þetta er ekkert annað en þetta er náttúrulega ávísun á leigumorðingja. Þeir koma bara hér, minnstakosti meðan þetta ákvæði í gildi og Guð má vita hvenær mönnum þóknast að framlengja því. Ef að fangilsin verður þröng og þá færð þú bara leigumorðinga fyrir 30 milljónir. Það 10 milljónir við samning, 10 milljónir við morð og 10 milljónir þegar þeir sleppt heim. Þetta er pakkinn. Og við erum bara að bjóða hérna upp á þetta. Þetta er þekkt í löndunum í kringum okkur. Já, þetta er allt saman þekkt og þetta eru alveg ævintýralega lausatök á framkvæmdavaldi að minnstakosti hvað þetta var það sem hér hefur verið nefnt. Fangelsmálin út frá þessu, það er nú mikið verið að ræða þetta rándýra fangelsi sem að reisa á Litlahrauni, menn eru tiltölulega nýbúnir að reisa fangelsi upp á Hólmsheiði sem var hannað þannig að það er ekki hægt að stækka það var til að friða sunnlendinga í því ferli öllu saman. Er ekki að reisa ódýrt fangelsi? Þurfa þeir sem að brjóta svona af sér að búa við betri kostheldur en gamla fólkið á Droplaugarstöðum? Nei, svo er það auðvitað Er það mannréttindamál? Nei, það er auðvitað ekki mannréttindamál og það er auðvitað líka nokkuð sem að við eigum að skoða að gera samning við eitthvað erlend ríki að vista sem eru með fangelsi, að vista erlenda fanga
Hér til dæmis verið að ræða, og ég held að dómsmálaráð hafi sé að hrinda því í framkvæmd, að reisa fangelsi við Keflavík, svo kallar brottvísunar úrræði, loka úrræði er það kallað meðal þeirra. Það að segja þess að vista þá sem hér í ólögmætri dvöl. Í dag eru þeir bara settir í gæsluvarðhald vegna þess að sá maður sem í ólögmætri dvöl, það er heimilt að taka hann og hneppa hann í varðhald þar til hann er fluttur úr landi. Og hann er þá bara vistaður Hólms eða Litla-Hrauni eða hvar sem þessi fangelsi eru. Nú þykir nauðsynlegt að vera með eitthvað sérstakt úrræði fyrir þessa menn og það var að kosta miklu til að reisa slíkt úrræði. Mér finnst þetta svolítið svona óráða því ég veit alveg hvernig það fangelsi mun þróast. Það mun auðvitað stækka og stækka og aðbúnaðurinn þar verður auðvitað aldrei nógu góður fyrir þá sem að þar dvelja að mati einhverja. Þannig að ein leiðin sem er varðandi þessa útlendu menn sem eru komnir með dóm og eru búin að fá brottvísunar heimild, brottvísunar ákvörðun, er að vista þá bara erlendis í fangelsum. Þannig að menn viti það, þessir erlendu glæpamenn sem að hinga að koma, að þeir eru ekkert vona á góðu hérna í ykkur íslensku fangelsi. Það verður bara að gera samningu við eitthvað fangelsi í Albaníu eða einhverjum öðrum Austur-Evrópulöndum sem er margfalt ódýrara. Og ég er ekki að tala um eitthvað mannréttindabrot, ég held bara hefðbundið fangelsi þar, það er bara ódýrara að vista menn þar. Og þetta tel ég að við eigum að raunverulega skoða ef að þetta er orðið þannig ófremdar ástand í fangelsum á Íslandi sem að nota bene eru að hýsa yfir helminga útlendinga. Á meðan að dómsmálaráðherrann situr í stofnunum þar sem útlendingastofnun er farin að brottvísa mönnum sem vilja ekki verið í landinu og fangelsismálastofnun er farin að hleypa mönnum heim til sín sem að myrða fólk köldu blóði, þá erum við líka með löggæsluyfirvöld sem er að hundelta sprúttsala. Nýjustu tíðindir eru þau að Elías Blöndal Guðjónsson og Arnar Sigurðsson eru konur á sakamannabekk fyrir ólögmæta áfengissölu og peningaþvætti. Það er í gangi þarna. Já, og það, eitt er nú að ríkið vilji hjóla í þessa netsölu og það býður nú eitthvað mál til úrlausnar. Ég hefði haldið að það væri nú skynsamlegt bara að bíða og sjá hvernig það kemur út frá Landsrétti. Það er að segja, ef ég væri ákæruvaldið í þessum efnum. Það er þetta að vísa í smáríkismálið sem að búið að dæmi í héraði. Þar var þetta dæmt ólöglegt. Já, en það er núna í Landsrétti, og það, ég kann nú ekki alveg að segja frá því, en það eru nokkra útfærslur af þessum netsölum og það er kannski ekki alveg sömu aðstæður hjá öllum þegar kemur að því. Það sem hins vegar, ég hjó eftir í fréttum í gær og var slegið upp í fyrirsök, en er ekkert nýtt vegna þess að það var kynnt til sögunar hér í löggjöf peningaþvættis ákvæði og ákæruvaldið hefur bara tekið það upp að smyrja þeirri ákæru brot á peningaþvættis reglum við nánast öll sakamál. Lögum peningaþvætti fjalla um það að menn get ekki notað gróða úr ólögmætri starfsemi í einhver aðra starfsemi, það er peningaþvætti. Það leiðir af því að ef það er þetta ólögmætt þá er það peningaþvætti. Það leiðir af því, Þetta, ég held að það bara einu sem verið dæmt fyrir þetta hér á Íslandi, af því þetta finnst mér nú vera á gráu svæði að stilla þessu þannig upp, að þetta sé peningaþvætti líka þessi starfsemi sem það þarna ber fram. En þetta er náttúrulega, það er búið að teygja þetta peningaþvættis hugtak út í tóma vitleysu eins og þið segið og því er klínt á nánast hvert einasta brot þar sem einhver má sýna fram á einhvern ágóða. En hvað varðar þetta mál með netsöluna, þá er það náttúrulega vakna það mjög margar áleitnar spurningar hvernig á því stendur að þetta er telji ríkisvaldið. Þetta sé óheimilt sem að það þó stendur fyrir sjálft fullum fettum og hefur gert árum saman að hvernig á því stendur og eiga menn að þurfa að sæta því að ríkisvaldið það veist ekki í árum saman, 5 ár eða meira og að þeir verði látnir síðan gjalda þess þegar upp er staðið ef svo illa færi eða undarlega færi vil ég frekar segja að þessir menn eru með einhverjum hætti dæmdir. Og ég, Þetta þá saka stjórnvöldum einhvers konar tómlæti eða? Ég bara segja, það er tómlæti og tilviljana kennd einhver svona refsistefnu. Það lítur á mig, sjáðu, þetta byrjar á því
ÁTVR fer í mál og fjármálaráðuneytið slær á puttanum ÁTVR og segir þið hafa ekkert með þetta að gera, þetta ráðuneytismál. Svo gerir ráðuneytið ekki neitt árum saman. Og ég veit ekkert af hverju það allt í einu vakna til lífsins 5 árum seinna. Ég hef ekki hugmynd um það. Og svo á sama tíma þá viðgangast alls konar aðrar útsölu aðferðir sem eru látnar óátaldar undir einhverjum dularfullum formerkjum að það sé heimabrugg eða einhverju skárri bjórar þar en annar staðar. Þetta víst allt ódrekkandi hjá þeim, en það aukaatriði. En skiljiði, og það engin takmörk á því og það menn selja bara nótt og dag og Búið að fjalla þessa sölu í Fríhöfninni á sama tíma? Já, og þetta bara orðið dálítið einkennilegt ætla síðan að láta menn, ég vil segja, í góðri trú. Þeir eru bara í góðri trú. ÁTVR fer í mál, því slátrað, fjármálaráðuneytið sjálft segir, við erum með þetta mál, og það gerir ekki neitt. Lögreglan gerir ekki neitt. Lögreglan búin að finna upp á því að þeir eru að atast í því hvort það opið í þessum búðum á helgidögum. Hvaða húmor það? Hvaða máli skiptir það? Já, en svo þetta líka skiljanlegt að menn vilji, menn lesa bara lögin og lögin ganga út á það að ríkið hafi einkarétt á smásölu. Það liggur hins vegar alveg fyrir að hér á landi að það getur hver sem og það alveg óumdeilt. Hver sem keypt áfengi að utan og fengið sent heim til sín. Það getur við hér gert, það ekki bara fyrirtæki, það getur hver sem gert. Fólk gerir þetta sumir. Menn gera það bara í símanum? Menn gera það bara í símanum og kaupa beint frá bíli í Frakklandi heim til sín. Þá eðlilegt að vakna spurningin á Íslandi. Býtu, ég bara stofna fyrirtæki þá í Frakklandi, ef það snýst það bara hvar vínið er á fyrirtæki, þá bara gerið það þar. Og það hafa menn verið að gera í þessu sambandi og það alveg ljóst, frá mínum bæjandi séð, ég ætla samt ekki að fullyrða niðurstöðu dómstóla, þær geta svona stundu verið eins og þær eru, en refsi heimildin í þessu málum, hún bara ekki nægilega skýr vegna þess að löggjafinn hefur ekki tekið til umfjöllunar þessa nýju tækni sem komin til og það í refsimálum ekki hægt að lögjafna einhvern veginn við þá löggjöf sem orðin eldgömul við nýja tækni, það ekki hægt. Og ég vil líka segja það, ég hef ákveðna samúð auðvitað með lögreglunni sem liggur undir ámæli, ég hef samúð með einhverju ráðuneytisfólki sem í fósturstellingunni búin að vera í áratug í þessum málum og svona. Auðvitað liggur skömmin hjá löggjafanum. Ekki á mér, ég alltaf tilbúin. En ég menna það löggjafinn sem á auðvitað að vera búin að láta þetta mál til sín taka. Og þá segja menn, ok, hvað með þig? Ég bara almennu þingmaður núna. Ég hef auðvitað engin tök á að koma málum sem að ríkisstjórnin vill ekki fara í gegn. Og ég veit að Grímur Grímsson með þingmaður lögreglumaður, en ekki Viðreisn, að hann með þingmannamál sem að hann lagði fram í vetur, þar sem tekin af öll tvímæli þessa netsölu. Og ég hef sagt við þessa ríkisstjórnarflokka, ég meina, ég skal hjálpa, ég skal taka á mig alla skítin frá öllum og allt hafaríð frá templurunum og öllu þessu fólki ef það má vera til þess að hjálpa þessu máli áfram. Og ég held að þetta mál hans Gríms hafi stuðning meirihluta þingsins. En af hverju ferðu það ekki? Verður ekki að skýra þetta? Það ekki hægt að bjóða borgurunum upp á það? Nei, auðvitað það ekki og fjármálaráðherra ber auðvitað ábyrgð á því að koma svona máli í gegnum þingið, leggja fram mál. Auðvitað vont að þingmaður þurfa að gera það en ef það mætti vera til þess að liðka þá auðvitað samþykkir maður það mál en ég myndi vilja að fjármálaráðherra og dómsmálaráðherra eftir atvikum kæmum bara með frumvarp afnám einkasölu ríkisins á áfengi. Það bara komplett. Þið eigið bara að taka ykkur saman, þú segir að sé meirihluti í þinginu fyrir þessu og þá getur þú ekkert skotið þér undan því. Þið bara fylgja liði og búa til meirihluti. Þeir auðvitað ganga ekki gegn ráðherrum. Það bara þannig. Þannig virkar þetta þinginu. Þau allavega að sýna meirihlutan. Já. Búan til og sína. Hvaða ráðherrar á móti þessu? Ég dómsmálaráðherrann sem segir í öðru hverju orði að hún sé svo ægilega frjálslynd að... Hún bara hrædd við eigin skoðanir. Það hefur bara komið fram. Hún segist vera vilja meira frjálsræði í þessu.
en hún ætli ekki að leggja til að þessu verið breytt. Ég meina, ég bara, þetta er óskiljanlegt að vera í þessari stöðu sem ráðherra og get ekki komið og lýsa þessari skoðun síni, en vera svona hrædd við breytingar að hún lætur ekki sjá sig í málinu. Þetta náttúrulega, takk eftir því, þegar grannt skoðað, þá þetta pólitísk afskipti, það skýringin á því, það gerist ekkit í 5 ár, hún svo að það sitja hinir og þessi dómsmálaráðherrar sem eru... Málið var þannig að hún var meira það hrætt við málið að þessi málaflokkur var fluttur frá dómsmálaráðuneytinu til fjármálaráðuneytisins 100%. Það sem sagt búið að átta sig á því ágætir dómsmálaráðherrar að þetta barnsins tíma og þessu muni ljúka og þeir ætla bara að láta það að hafa sinn gang. Svo hefjast pólitísk afskipti. Það eru pólitísk afskipti sem ráða því að lögreglan fer aftur á stað. Það eru pólitísk afskipti. Það þannig? Já, formaður Framsóknarflokksins. Hvaða skýringar á því önnur að allt í einu fara þær stað þegar liðinu 4-5 ár frá því að það var slegið á puttana? Menn getur nú tekið Ásgeirs vitleysu upp hjá sjálfum sér. Já, formaður Framsóknarflokksins þegar hann var í embætti fjármálaráðuneytisins, þá reyndi hann að hafa þessi afskipti og það liggur bara fyrir bréfaskrifti, bara ordur frá honum til ákæruvaldis að ýta við þessu. Og þetta, sko, menn verða bara horfast í augu við það, hvað sem mönnum líka það betur að vera, að þessi einokun ríkisins á áfengisölu, hún farin. Það búið að leyfa, eins og Óskar nefnir, bruggarar með að selja sitt brugg. Það enga aðili í Keflavík að selja áfengi. Fólk getur keypt frá útlöndum áfengi. Fólkið hefur bara kosið með fótunum í þessu máli. Og menn stór hluti þjóðarinnar að versla við þessa enga sölu, þessa netsölu eins og hún köllu, og það óforsvaranlegt að löggjafinn með ráðherra málaflokksins í fararbroddi láti hjá líða að breyta löggjöfin til samræmis við það sem orðið hér og verður ekki aftur snúið með. Það bæði komið litasjónvarp og sími, ég minna það. Já. Og bjórinn var leyfður. Það má kaupa bjórinn. Og það má kaupa bjórn meira sér. Já. Og reka útvarpsstöðvar. Já. Evrópusambandið, það eru 2 vikur núna í þessu atkvæðagreiðslu og þetta séu margir farnir að hlakka til 30. ágúst þegar þetta verður allt garð gengið. Sigurður, þú hefur tekið virkan þátt í þessu. Þess vegna beini ég kannski orðum að þér, Óskar, hvernig horfir þetta mál við þér þegar þú horfir sem gamallega yfir úr pólitíkin og viðskiptalífun og lögfræðinni? Hvernig finnst þér þessi atburðarás hafa spilast? Já, ég nú rétt að taka það fram ef einhver skildi verið í vafa það. Ég algjörlega mótfallin í inngöngu en ég hef eins og skoðanir á því hvernig þetta hefur gengið til og ég hef gagnrýnt aðra neyjara fyrir það. Menn hafa fylgt sér ágætlega núna upp á síðkastið undir áfram Íslandmerkinu og það var mjög þarft og gott. En það gömul saga á ný í áróðri að þegar andstæðingurinn hefur mjög einföld skilaboð eins og jáarar hafa og þau strax í upphafi, þau byrjuðu á því að segja kíkja í pakkan. Það svona pínu kæruleysislegt en það samt snjallt og það einfalt. Og ef við vildum eitthvað rökræða þá kallaði það sannarlega á rökræður. Það var ekki þetta, sko, það var ekki annað svona, og svo bættur betur, sem ég segja sé algjör, sko, eitur snjallt, og segja, já til að sjá. Það ennþá betra slagorð. Og á sama tíma eru við neyjarar að rökstyðja. Og við erum með langar greinar. Og við erum með, og Morgunblaðið heldur uppi dyggri málefnalegri varstöðu. Það voru illt að þurfa að segja þetta. Altså, ég hef ágjur af því að já muni hafa þetta. Þó að verði mjótt á mununum. En það algjörlega óverðskuldað. Vegna þess að þetta sko, þeir hafa ekki þurft að hafa fyrir því að flytja þetta mál með þeim málefnilega hætti sem neyjararnir hafa verið að gera. Aftur og aftur á fundum og síðu Morgunblaðsins og víða í fjölmiðlum og hvarvetna þar sem menn hafa komið og gert það mjög vel. En meðan nú nærði ekki svona
snappi skilabóðum. Þetta bara þekkt úr öllum áróðri. En hver ættu skilabóðin hjá ykkar mönnum að vera? Sko, fyrstulega ætlast ég náttúrulega til þess að þeir markaðsmenn sem að vinna fyrir nei finni það og átt að finna það strax, en ekki ég. En það eru skilabóðin eins og að segja framkvæmdavaldið til Brussel, já takk. Dómsvaldið til Brussel, gjörðu svo vel. Já, takk. Já, við erum þetta að segja ég er bara að segja eitthvað hér í þættinu, sko. En ég er bara að segja, það eru eitthvað sem að, skiljiði, og ég bara fundi austur á Hvalsvelli í vikunni, þar sem að töluðu 2 mjög ungi bændur, kúabóndi og sauðfjárbóndi, maður og kona, alveg snilldar vel og lýstu ástandinu fyrir þau ef að er gengið í ESB. En þau þurftu 10 mínútur til þess. Já. Það sé ég að segja, og ég er að segja ef að svo illa fer að já verður ofan og þá er það óverðskuldað. Við höfum kannski, við neyjararnir, kannski aðeins meiri trú á löndum okkar, en þessi ræða þín kannski Við rifjum bara upp hvernig það var í ISAFE samningunum líka. Þar var upphafi baráttunnar, bara meirihluti þjóðarinnar á því að við ættum að samþykkja þessa samninga. Af því að við vildum ekki verða Kúba norðursins. Af því að við viljum alltaf betra semja heldur en að fara í hart. Það var eina sem að jáliðið hafði. Hvernig unnum við þá baráttu? Með málefnalegri, og oft löngum og leiðilegum lögfræðilegum fundum. En það síðast inn, og ég hef fulla trú á því, að þau skilaboð sem að við í nei erum að setja fram, þessi fólk getur bara valið líka og getur fundið málefnilegu rök gegn aðildarviðræðinu, ekki bara og líka inngöngu í ESB. En ég hjó eftir þarna í þætti í Silfri, mér fannst ágætt hjá Guðrúnu Hafsteinsdóttur formanni Sjálfstæðisflokksins, ef þú veist að leita einhverju slagorði, þá getur þú bara gert það að þínu núna. Það skiptir ekki máli að fá sæti við borðið, það skiptir máli að Ísland hafi síðasta orðið. Þetta finnst mér líka kannski, minnst þetta kjarna líka vel kannski þessa baráttu, að því menn er að benda við erum að hafa sæti við borðið. Það líkur þetta fyrir að Ísland mun ekki hafa nokkuð hlut að segja við hvaða borð sem er í Brussel, ekki nokkuð einasta orð. Nú segir utanríkisráðherra að við séum stórveldi þegar kemur að sjávarútvegsmálum. Já, en ég menna, hún vill heldur ekki svara því sko hvað þýðir fullt forræði yfir sjávarútvegsmálum. Hún getur ekki útskýrt hvað þýðir það. Hún svarar bara til lengri eða skemmri tíma en ekki varanlegt. Nei, til lengri eða skemmri tíma. Akkur getur hún ekki svarað þessum spurningum. Ég nú eftir að horfa þátt viðtal við hana sem var sýnt í gær og er það ekki sín? Ég horfði á það viðtal og hún á enn eftir að koma hingað, hún er búin að lofa því að koma. Já, hún hlýtur að koma. Þú reynir þá kannski að særa fram svör við þessum spurningum sem hún svaraði ekki í þessum þætti í gær. Það mun koma í ljós hvort að hún sé maður orða sinna eða ekki. Það auðvitað skiptir máli. En Óskar, heldur að jáið vinni þetta sért? Ég óttast það, en ég held það eru ennþá 2 vikur eftir og ég held að menn séu búin að átta sig á því að það þurfi samhliða innum rökfasta og vandaða málflutningi sem sannarlega hefur verið, þá þurfi að keyra einfaldari og skorin og yrtari áróður, skilaboð og það er kannski bara ágætt að það gerist einmitt síðustu 2 vikunar. Ég er alveg sammála því, en menn með kringum mig og svona eru sannfærir að þetta verði hlegið út af borðinu, þetta mál. Að það verði? Hlegið út af borðinu og það verði ekki farið í þessar aldarviðræður. Ertu að meina að já muni skíttapa? Já. Já, það er einn stærsti gallinn við mína félaga, eins og Sigríði, það er trúa þessu. Já. Og þetta er algjörlega afleitt að vera hér 2 vikum fyrir kosningar og trúa því að andstæðingurinn sé svo illa laskaður að það verður bara leiðið á honum þegar upp er staðið. Ég skynja samt bara almenningur að þú segir, ég er alveg rétt, ég held að margir verði mjög fegnir 30. ágúst. Ég skynja ekki mikinn áhuga
hjá hinum, maður segja, almennamanni, þá ég að gera greinarmun á þessu fólki sem lifir og hrærist í þessu argaþrasi og elskar að vera Gera það ekki allir? Nei, það gera það alls ekki allir og það fólk sem ekki að fylgja svona, það orðið held ég þreytt á svo verður þetta þreyttara þegar nær dregur við það fólk segi, ef þeir eru þreytt núna segið nei, vegna þess að ef fólk segir já og við hefjum þess að aðildarviðræður þá verður þessi umræða áfram í 5 ár. Þannig að þetta dónaskapur að koma með þetta, maður stendur með veiðistöng og kastar fyrir fisk og þá eru menn hringjandi út af einhverju vitleysis ESB-kosningum á miðju sumri. Já. Þetta ósvífni og dónaskapur og ónáða þjóðina í orlofi sínu. Já. Og það er algjörlega fráleitt að gera svoleiðis kostir. Reyndist þetta leiftursókn gegn lífskjörum á lokum, líkt og talað var hér forðum, talandi frægar hendingar. Takk kærlega fyrir komuna, Sigurður Andersen og Óskar Magnússon og ég segi við ykkur, kæru áhorfendur, ef ykkur farið að leiðast umræðan Evrópusambandið, þá styttist í þessu dag frá degi og til að stytta sér stundur og hafa gaman, þá hveti ég ykkur til að lesa Hvalamorð þegar þeir eru búin að lesa Dýrabæ, ég mun að segja meira því hér í lok þáttar. En hér handan við hornið eru afar góðir gestir, það eru þeir Vilhjálmur Birgisson af Skaganum og Þorsteinn Víglundsson, hann eftir því sem ég best veit úr Reykjavík. Þeir stýra annars vegar atvinnurekendasamtökum og hins vegar verkefnisfélagi og við ætlum að fara hér yfir stöðun á vinnumarkaði. Kjarasamningar eru til endurskoðunar hér eftir 2 vikur sömuleiðis. Nýr Hongqi EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, 4-hjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sævarhöfða. Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei. Fyrir framtíðina. Vinnupallar. Öruggar lausnir, vaffpallar.is. Vantar þig bílavarahluti? Á Poulsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum all land. Poulsen.is. Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá. Lexus RX. Komdu og reynslagtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Við þökkum Óskari og Sigríði fyrir þeirra framlag til umræðunar þessa vikuna. Hingað eru hins vegar konir góði gestir úr ólíkum áttum sem að eiga það sameiginlegt að horfa dagana langa á vinnumarkaðinn og hvernig staðan þar þróast. Það er þeir Vilhjálmur Birgisson sem formaður verkefnisfélags Akraness og formaður Starfsgreinasambandsins og Þorsteinn Víglundsson sem formaður samtaka iðnaðarins. Við ætlum að ræða hér endurskoðun kjarasamningana sem að stendur fyrir dyrum mánaðamótin og ýmislegt sem að því tengist, meðal annars vaxtaákvörðun Seðlabankans í næstu viku. Komið sælir. Já, sæl. Við höfum nú fundið þessa hluti svona að vera að tikka upp síðustu daga og vikur. Það er að koma ýmsar tölur, mælingar, varðandi verðbólgu og annað og þið hafið báðir núna lagt orði í belg og ég leyfi mér að segja að þið eru orðnir nokkuð hvassirtir báðir en ykkur ber ekki saman hlutina. Ég get svo sem byrja. Við getum þá bara farið yfir hugmyndafræðina sem við gerðum 2024. þar sem að íslenskt verkafólk reið á vaðið og tók áhættu sem var fólkin í því að leggja til við stjórnvöld, við sveitarfélög, við samtök atvinnulífsins að hlusta á Seðlabankann sem að Seðlabanki var að biðja okkur að gera, að ganga frá hófstilltum kjarasamningum sem hefðu það markmið að styðja við lækkun verðbólgu og ná niður vöxtum. Við fórum eftir þessu og við sömdum hér krónutöluhækkanir handa lágtekjufólki upp á 23.750 og gagnvart þeim sem ekki voru að taka laun eftir kauptöxtum 3.25 og 3.5 síðan hinn árin. Kostnaðarmat kjarasamningana var 4% og Seðlabanki sagði strax eftir að við vorum búin að undirrita kjarasamningana að þetta ætti að geta
hjálpa til við að styðja við lækkun verðbólgu og við lækkun vaxta, voru ánægðir með þessa kjarasamninga. Fyrirtækin tóku þátt í þessi upphafi að hluta til. Ríki og sveitarfélög lofuðu að halda þetta gjaldskrárhækkunum og skattahækkunum. En hvað gerist eftir að bleikið þornað? Þá bara gleymdu menn algjörlega þeim markmiðum sem við lögðum upp með og menn byrjuðu að hækka vöruverð eins og enginn var í morgundagurinn. Sveitarfélögin viku af þeirri leið sem þeir voru búin að lofa og öll þekkjum við hvernig sveitarfélögin, ríkið hefur hagað sér núna á síðustu misserum varðandi skattahækkanir og gjaldskrárhækkanir og afleiðingin er svo að við erum núna með 5,3% verðbólgu. Raun og veru er 5,6% vegna þess að ríkið ætlaði að blöffa aðeins til með því að lækka virðisaukaskatt núna sem á fallu gildi núna 1. september, þannig að ef að sú lækkun á virðisaukaskatti á eldsneyti eða ekki komið til, þá væri verðbólgan 5,6% en ekki 5,3%. Þannig að þetta er staðan og af hverju gerðum við þetta? Við gerðum þetta vegna þess að í febrúar 2024 var verðbólgan tæp 7%, stýrivextirnir voru 9,25% og 409 milljarðar voru að losna hjá heimilunum sem voru með fasta vexti. Fastir vextir sem voru í kringum 4%. Við vildum leggja mikið á okkur til þess að reyna að stuðla lækkun vaxta og höggi sem að heimilum myndu lenda í þegar þessi 409 milljarðar myndu losna yrðu sem minnstir. Niðurstaðan er hins vegar svo að vaxtakjör óverðtryggð voru þegar við undirrituðu samningana 10,75, eru 10,25% núna, hafa lækkað 0,5%, en takið eftir. Verðtryggðu vextirnir voru í febrúar 2024 4%, en þeir eru 4,5% núna, þrátt fyrir að stýrivextir hafi farið úr 9,25 niður í 7,75. Þannig að öllum var smalað úr óverðtryggðu lánunum þegar föstu vextirnir losnuðu yfir í verðtryggt. Bankarnir eins og þeir haga sér alla tíð, hugsa bara að græða meiri í dag en í gær, þeir hafa hækkað verðtryggða vexti 0,5% þrátt fyrir lækkun stýrivaxta. Það sem fólkið er fast núna. Það sem fólkið er fast núna. En lífeyrissjóðirnir? Nákvæmlega sama með lífeyrissjóðina sem er algjörlega með ólíkindum að horfa upp á lífeyrissjóðina sem að eru núna að lána þetta verðtryggða vexti í kringum 4-5%, alveg upp í 5%, en samt er raun ávöxtuna viðmið sjóðana 3,5%. Þeir eru að rukka sjóðsfélagana sína meira heldur en í raun og veru þeir eru síðan að krefjast að ná í raun ávöxtun. Þeir hafa ekki tekið þátt í því að reyna að halda aftur af vaxta umhverfinu nema síður sé. Þetta er vandamálið. Og þið lítið svo á að samningarnir séu uppnámi núna 1. september? Heldur betur, tökum annað dæmi sem er mjög alvarlegt. Af því að ég sá að Þorsteinn var að tala kaupmáttaraukningun og annað slíkt. Þetta er svona spál að hluta til eða ekki? Já, næstu liti komna fram. Já, þú ert að horfa á launavísitöluna og verðbólguna. Ég og Sólveig Anna vorum mikið að horfa á leigjendur. Við höfum verulegar áhyggjur af leigjendum. Það eru 28 eða 9% núna sem er á leigumarkaði. Leiguverðsvísitalan frá því við undirrituðu samningana hefur hækkað 20,7%. Kauptaxtarnir okkar hafa hækkað 18,4%. Setjum þetta í einfalt dæmi. Leigjandi sem var að leigja 250.000 krónur í febrúar 2024. Sú leiga hefur hækkað 52.000 krónur frá því við undirrituðu kjarasamningana. Og til að hafa 52.000 krónur í vasan, þá hefðu launin þurft að hækka 80.000 krónur. Kauptaxtarnir okkar hafa hækkað 74.000, sem eru 48.000 krónur í vasan þeir eru búið að taka skattinn frá. Hvaða kaupmáttaraukning er hjá lágtekjufólki sem hefur orðið fyrir þessu og er á leigumarkaði? Ekki til. Þá áttu síðan eftir allar aðrar hækkanir sem hafa dunið á fólki, matvara og svo framvegis. Þorsteinn, þú hefur lagt orðið belgum þetta og þú segir að það sé ekki forsenda fyrir því að segja upp samningunum
meðal annars vegna þess að atvinnulífið sé ekki aflögufært en líka vegna þess eins og Vilhjálmur segir að kaupmáttur hafi raun aukist þrátt fyrir það að verðbólgan hafi orðið svona þrálátt. Já, við erum ekki í fyrsta skipti sem við Vilhjálmur erum ósammála þessum vettvangi. En sko veruleiki okkar auðvitað sá og það er allt rétt sem að Vilhjálmur segir gagnvart þeim markmiðum sem lagt voru upp með við gerð þessara kjarasamninga á sínum tíma að ná verðbólgunni niður og ná stýrivöxtunum niður og vissulega tókst það að mörgu leyti. Það má ekki gleyma því að það var verið að gera þessa kjarasamninga í 8-9% verðbólgustígi á þeim tímapunkti þegar við erum að jafna okkur á Úkraínustríðis og COVID verðbólguskotunum sem komið þarna kort ofan í annan annars. Og það var vissulega markmið aðeinslega. Ég hef lengi sagt og bara, ég er löngu hættur að nenna að eiga þetta reyfirildi í svolítið sér tölur að tala sínu máli. Við hækkum laun 2 sinnum meira heldur en aðrar þjóðir í kringum okkar og erum með 2 sinnum hærri verðbólgu. Það er bara veruleikinn og þetta er ekki tilviljun. Við getum horft á þetta yfir áratuga skeið. Þetta fylgist algjörlega að. Laun eru stærsta skýribreytan, ekki eina, en stærsta skýribreytan í verðbólguþróun í hagkerfi, ekki bara hjá okkur heldur allan heim. Síðan á deila í dag erum við að glíma við fleiri þætti, viðskiptakjörin okkar er að versna og olíuverð hefur verið að hækka, við hefum verið að glíma við allskyns áskorunir og óvissu í alþjóðastjórnmálum, tollastríð milli þjóða og svo mætti áframtelja. Við erum að glíma við, getum við sagt, verulegar ytri áskorunar ekkert síður heldur en innri kostnaðarhækkanir. Þrátt fyrir allt þetta höfum við séð það að kaupmáttaraukningin þegar uppverður staðið í árslok verður svona 5-5,5%. Hún er að mestu leyti komið fram, við sjáum þetta bara hvernig launavísitölu þróunin er, við sjáum hvert verðlagið er að fara á þessu áru, þetta er það vonbrigði að við séum að sjá svona háa verðbólgu, þurfum ekki að deila það, að hluta til á það sér þá ytri skýringar í þetta sinn, við erum að sjá verulegar hækkanir á olíuverði og þar mætti áfram telja, en við bara erum að benda á hið augljósa. Það stærsta forsendu breytan getur við sagt út frá svigrúmi atvinnulífsins til þess að standa undir þessum launahækkunum sem saman varum var að við gerðum hér ráð fyrir að við værum í tiltölulega öflugu og góðu hagkerfi. Við, ef við tökum þjóðhagsspá Hagstofunnar 24 þegar kjarasamningarnir eru gerðir, þá verið að áætla það að landsframleiðsla myndi vaksa hér ykkur svona 7-8% á þessum 3 árum sem ég var að bera þarna saman. Raunin þegar uppi staðið er ykkur kannski þá tæp 2%. Við erum kannski í fjórðungi af þeirri landsframleiðslu aukningu sem við gerum ráð fyrir, en enga síður hefur kaupmáttur vaxið. Það sem við sjáum hins vegar eru öll hættumerkin á hinn endan, þar að segja atvinnuleysi eru að aukast mjög hratt. Fyrirtæki eru í verulegum hagræðingaraðgerðum hjá sér, samkeppnisstaða atvinnuleysins hjá okkur á mörgum póstum er bara mjög slæm. Við sjáum fyrirtæki svo Elkem stendur jafnvel til að loka. Það er vissulega að berjast fyrir tilveru sinni í hagkerfinu okkar núna. Samkeppnisstaða stóriðu þó svo að afkoma út af háu hrávöruverði í augnablikinu sé alveg ágætt. Hefur versnað verulega, bara hækkandi kostnaðir hér heima fyrir hækkandi raforkuverð og svo mætti áfram telja. Byggingariðnaðurinn hjá okkur er að takast á við verulegar áskorunir. Við hefum ekki séð jafnháar tölur í óseldu nýju húsnæði frá því raun og veru skömmu fyrir COVID. Þetta eru allt ótvíræð merki þess að við þurfum að fara með gát núna inn í þennan vetur og inn í næstu misseri. Við þær kringumstæður er augljóslega ekki svigrúm til þess að fara að bæta enn frekar í launahækkanir sem þegar eru miklar og ég segi bara fullum fötum, það er eitt að horfa á skýrt viðmið í kjarasamningum sem vissulega var að ástaktur verðbólgu mætti ekki vera yfir ákveðnum mörkum, en það þarf líka að horfa á það í samhengi við hverju skiluðu kjarasamningarnir og þeir eru að skila kaupmáttaraukningu sem er á pari við eða meiri heldur en væntamátti þegar samningarnir voru gerðir og við þar kringumstæður er algjörlega fjárstæðukennt að fara að bæta í. Það sem ég horfi eins og á þegar við erum að segja hvað þarf að gera núna í haust. Það er alveg augljóst ákall til stjórnvalda að það þarf að huga að stöðu atvinnulífsins. Það þarf að huga að samkeppnishæfni okkar á breiðum grunni, hvað er hægt að gera hér til þess að laga til í starfsumhverfi fyrirtækja. Við þurfum að horfa á einföldun regluverk sem ég fagnaði stjórnvöld er að boða átak í, en það þarf
Það hefur svo oft verið talað einfalda regluverk og það hefur sjaldnast einfaldast við það. Þetta skipti þurfum við virkilega að taka það traustu taki. Við þurfum að horfa á að það er búið að vera að auka álögur á atvinnulífið, ekki bara í tíð þessara ríkisstjórnar heldur tíð fyrir ríkisstjórnar. Við höfum séð tryggingagjöld hafa verið hækkuð í gegnum tíðina, við erum ennþá að bera verulega skattahækkun allar götur frá hruni sem aldrei hafa verið teknað tilbaka, það hefur bara verið bætt í. Og það hefur verið að boða frekar skattahækkanir, það hefur verið að boða skattahækkun á ferðaþjónustu, þegar við horfum á iðnaðinn sem ég veiti fórustu, þar hefur verulegar áhyggjur af áformum að lækka enn frekar endurgreiðslu virðisaukaskatts á vinnu á byggingarstaði, að ætla að auka álögur á byggingariðnaði 6-8 milljarða áskrundulli við þessar kringumstæður, finnst mér bara algjörlega galið. Og ég held að stjórnvöld þurfi að endurskoða afstöðu sína til atvinnulífsins. Mér sárnar raun og veru það viðmót sem við fáum þegar að verið að færa fram bara það sem myndi segja réttmæta gagnrýni á efnahagsstefnu stjórnvalda, að þá sé atvinnulífið teiknað upp sem einhvers konar andstæðingur ríkisstjórnar. Við erum að kalla eftir góðu samstarfi við þessa ríkisstjórnar eins og allar aðrar ríkisstjórnar. Þið eru teiknað upp sem meira en andstæðingur ríkisstjórnarinnar, það er bara þér haldið fram að þið hafi komið ykkur vel fyrir hér og séð að merksjúa markaðinn á grundvelli fákeppni og annars í þeim dúr. Bara slík umræða er svo fjarstæðukennd. Forsætisráðherrann heldur þessu fram bara á erlendu vettvangi, dregur upp þá mynd gagnvart enskumælandi fólki heimallan. Það er alveg klárt að þegar við horfum að lítið hagkerfi eins og Íslanda, já, vissulega má segja að það er fákeppni á mjög mörgum mörkuðum. Það þýðir ekki að það sé ekki samkeppni á þessum sömu mörkuðum. Og það sem við sjáum þvert á móti, það sem ég veist skemmtilegast við þessa Evrópuumræðu núna er að hún er að draga fram í raun og veru hversu sterk og góð lífskjör við erum með á alþjóðlegum mælikvarða. Auðvitað er ýmislegt að hér eins og alls staðar annars staðar, ýmislegt sem við mættum bæta. Já, verðbólga er há, vaxtastig er hátt og svo mætti áfram telja, en þegar við berum okkur saman, og ég ger þetta gjarnan sjálfur, til dæmis bara út frá umræðu lífskjör á Íslandi samanborið við hinn Norðurlöndin. Norðurlöndin eru öll og við þar með talin í topp 10 á heimsmælikvarða á öllum þessum helstu mælikvörðum sem við erum að miða við. Lífsgæði. Lífsgæði. Við erum að tala bara hreinan og kláran kaupmátt, við erum sterkastöðu heimilana, við erum að tala hamingjustig, styrk lýðræðis, tekjujöfnuð, heilbrigðiskerfi, sem hér er mjög gjarnan gagnrýnt, en við erum samt með á heimsmælikvarða þegar kemur að árangursmælikvörðum heilbrigðiskerfisins. Við getum deilt kostnað og einstaka vankanta þess, en það er að skila okkur heilt yfir mjög góðri niðurstöðu. Og þarna mætti áframtækja, og þess að segja að halda því fram í þessu samhengi að atvinnulífið hér sé ykkur púki á fjósbyttunum að mergsjúga hagkerfið er náttúrulega algjörlega festaðgerð. Þetta er samstarf aðila vinnumarkaðarins og ég segi það er kannski styrkur Norðurlandana og okkar þar með talið að það hefur mótast sterk lýðræðishefð fyrir samstarfi aðila vinnumarkaðar, verkalýðshreyfingar, atvinnurekenda og stjórnvalda að byggja upp þessar grunnstóðir samfélagsins, velferðarkerfisins, gæta að tekjujöfnuði, gæta að lífskjörum heilt yfir og þetta kerfi hefur skilað þessum árangur. Ég hef alltaf sagt sjálfur, þó að ég gagnrýni síðan verkalýðsforustuna fyrir að hér sé við að hækka laun og mikið, þá sé á sama tíma það kerfi sem við búum við er í grunninn gott kerfi, það hefur verið nýtt hér til þess að byggja upp sterkt og öflugt samfélag sem er algjörlega á pari við hinn Norðurlöndin og sem er algjörlega framúrskarandi hausmælikvarða. Já, ég verða að svara honum með þessu, þess að við höfum oft fengið það. Þú sast nú vel á þér. Já, ég satt vel á mér, ég fann að læra þetta. Við höfum fengið að heyra mikið þetta varðandi launahækkarinnar og við séum að knýja verðbólguna áfram og við séum með þrefalt herri launahækkanir heldur á Norðurlöndin og þetta sé að knýja verðbólguna áfram. Seðlabankinn er að tala þetta líka. En það athyglisverðasta í þessu öllu saman er splunkun í skýrsla frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem kom núna út 27. júlí. Hvað segir hún? Og ég skora á Þorstein og félag og alla þá sem eru nú að skjóta á okkur í verkalýðshreyfingunni að lesa hana gaumgæfilega. Þar kemur fram að 75% af sveiflum í verðbólgunni tengist
innflutningsverðföllum. Einungis 11% af verðbólgunni tengist launum. Og það segir í fyrir Ísland. Fyrir Ísland. Þetta á blaðsíðu 6 í þessari skýrslu. Nú ég bara að tala Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, sko. Ég að tala Alþjóðagjaldeyrissjóðinn sem segir að laun gegna aukahlutverki í þróun verðbólgu á Íslandi. Þetta það sem að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn segir í splunkunýrri skýrslu. Þannig að nú verðið þið, Þorsteinn minn, að setja einhverja aðra plötu á fóninn, því að ég mun alltaf setja plötu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á fóninn, en ég vil í þessu samhengi líka segja að það var önnur mjög athyglisverð úttekt sem að Seðlabankinn gerði núna í apríl og birtist á vef Seðlabankans og hefur vakið að mínum dómi sára litla athygli fjölmiðla. Og hvað ég að tala hér? Hér ég að tala það að Seðlabankinn skoðaði frá árinu 2000 til 2025 hvernig gengisbreytingar á Íslandi skila sér út í verðlag. Þar kemur Seðlabankinn að því að þegar að krónan veikist 1% þá tekur það verslanir 10 mánuði að hækka vöruverð 0,9%. En þegar að krónan styrkist 1% þá tekur það 30 mánuði að skila sér tilbaka í 0,2%. Að menn eru miklu tregari til þess að lækka það kemur skýrt fram í skýrslunni. Akkurat þetta nákvæmlega svo þú orðaðir, Stefán. Þeir eru tregari til að skila þessu tilbaka og ég ætla að segja bara við þá sem að stjórna þessu landi, samtök atvinnulífsins, samtök iðnaðarins og öll þessi fyrir verslun og þjónustu og annað, hvar samfélagsleg ábyrgð þessara aðila að haga sig með þessum hætti, að skila ekki gengisbreytingum tilbaka. Þjóðin hefur haft þetta á tilfinningunni. Við höfum oft heyrt að það alltaf að tala þessi svo mikill lager og annars slíkt að það sé ekki að skila þessu tilbaka. Svo tala menn það að gjaldmiðlinn okkar sé ónýtur. Auðvitað gjaldmiðlinn ónýtur innan gæsalappa ef að þeir sem að fara með verðlagningu hér á landi svíkja neytendur með þessum hætti. Og á hverju bitnar þetta? Þetta bitnar á almenningi, þetta bitnar á gjaldmiðlinum okkar og þetta bitnar hér á verðlagi og verðbólgu. Byrjum á því að taka svona til í okkar ranni og fyrir fyrirtæki að sýna samfélagslega ábyrgð og lækka jafn mikið og skila því tilbaka með nákvæmlega sama hætti og þeir skila því út í verðlagið. Og þetta rannsóknar efni af hverju þetta hefur verið látið viðgangast með þessum hætti og bara hafi menn skömm fyrir að gera. Er þetta réttmæt gagnrýni? Sko, ég ætla að byrja aðeins bara á fyrsta punktinum þó svo að Vilhjálmur hafi loksins fundið skýrslu sem að segja að þetta sé eitthvað annað en laun. Já, þetta alveg gjaldeyrisjóður. Þá ég með hillumetrar af skýrslum frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, frá Seðlabankanum, frá OECD og fleiri innlendum og erlendum sérfræðingum sem hafa ítrekkað áratugum saman bent okkur á það við erum með verulegt ójafnvægi á vinnumarkaði, vinnumarkaðslíkaninn okkar og ég get alveg sagt með sama hætti að því ég hef skoðað þetta ofan í kjölinn, ég skrifaði á Geta meistararitgerð þó ég segi sjálfur frá þið sama. Það hægt að skýra stöðuleika Norðurlandana hvað var að verðlag og gengi á grundvelli vinnumarkaðsmódels þeirra, þar sem þau eru að hækka laun 2-3% ári í kjarasamningum að hámarki og sama hætti þetta að skýra óstöðuleika okkar sem erum að hækka í kjarasamningum kannski 4,5-5% pluss síðan 1-2% launaskrið ofan að það á hverju ári. Hvernig er kaupmátturinn á Norðurlöndunum og hjá okkur? Okkar óstöðuleiki skýrist af vinnumarkaðnum okkar að stórum hluta og stöðuleiki Norðurlandana skýrist af vinnumarkaðnum. Í gjaldmiðlaskýrslunni? Ég satt nú á mér með þennan fórst með eldraðina þennan. Þetta er bara veruleiki sem við þurfum að horfast í augu við.
Og þú veist, þegar við horfum á sko blessunarlega á síðustu, frá þarna í aðdraganda COVID hefur við verið með tiltölulega stöðugan gjaldmiðil. Við hefum verið með óvenju litlar gengisveiflur upp á síðkastið. En það sem gleymist oft í þessu samhengi. Við mælum hér gjarnan raungengi gjaldmiðils okkar samanborið við nágrannalönd sem segir hvað svo mikið hefur verðlag hér hækkað í samanborið við verðlagi í nágrannalöndum okkar. Og þá sjáum við að raungengi hér í hæstu hæðum. Það segir okkur að samkeppnisstaða okkar þær vörur eða þjónustu sem við flytjum frá okkur með lakasta móti. Og við sjáum bara hvaða baráttu stendur Íslandi í augnablikinu. Er það eitthvað rjúkandi afkoma? Nei. Við erum að horfa á versnandi samkeppnisskilyrði. Milljarðatap. Já. Og þetta má færa yfir á, við sjáum augljóslega þó að hér streymi inn fjöldi ferðamanna, þá erum við með afkomu vanda, við erum að sjá stóraukna gjaldþrotatíðni hjá veitingastöðum. Kolefnisskattar Evrópusambandsins sem að drepa sko. Við getum alveg farið út í þá umræðu sem má gagnrýna með fullkomlega réttmætum hætti, en það sem að verið að horfa á þarna bara heilt yfir, hvort sem hort á stóriðuna, fjölmargar iðngreinar sem eru í harðri alþjóðlegri samkeppni sölu og vöruðaþjónustu eða ferðaþjónustuna sem þetta eru, ef við horfum bara á veruleikann okkar í dag, hverjar eru stærstu útflutningsgreinarnar okkar? Það er stóriðan, raforkutengt útflutningsstarfsemi, það er hugverkaiðnaðurinn okkar sem orðinn alveg ótrúlega öflugur og flottur og mikilvæg útflutningsstöð fyrir okkur, eiginlega með ólíkindum hvað það hefur vaxið hratt og vel. Og svo er auðvitað að horfa á ferðaþjónustu og sjávarútveg, ekki gleyma honum líka, en við getum sagt þessar stoðir eru allar að glíma við verulegar kostnaðarhækkanir heima fyrir og versnandi samkeppnisstöðu í sinni alþjóðlegu starfsemi. Og þetta á alltaf að vera okkur áhyggjuefni og þegar raungengi orðið jafn hátt og raun ber vitni eins og við sjáum í dag. Í hagsögunni hefur það aldrei farið vel hjá okkur og eitt af því fáa sem ég hef þó allavega lært á mínum ferli, það kann aldrei góður og lukka að stýra að treysta því að í þetta skiptið verði þetta eitthvað öðruvísi. En varðandi gengisbreytingar sem Vilhjálmur nefnir og það hvernig fyrirtækin eru treg til þess að skila því til neytanda, þyrftu fyrirtækin almennt sem eru í innflutningi ekki að vera duglegri við það mónitora til báðar áttir? Þetta er það eðlileg krafa að ætlast til þess að verðbreytingar séu jafn skjótar þá niður á við og upp á við. Nú, ég kann ekki skýringar á þessari stúdíu en það sem þetta má ekki heldur gleyma í þessu samhengi, til dæmis ef við horfum á stóru gengisveiflurnar okkar, ef við sjáum til dæmis þegar hér eftir hrun þar sem gengi veiktist verulega, vissulega var verulega verðbólga út úr því en það var engin afkoma af atvinnulífinu á sama tíma. Það var verulega magnsamdráttur, það kann að skýra það meðal annars svona stór mikil sveifla sem þá annars vegar mikil veiking og svo hæg en löng styrking tilbaka. Á sama tíma bara atvinnulífið að komast á fæturna aftur og ég stórefast það að á hrun árin að því kostnaðarhækkunum sem urðu þessar gengisækkun hafa verið skilað að fulla út í verðlag því það var bara ekki hægt. Það var engin eftirspurn í hagkerfinu til þess að... Við verum að átta okkur inn í þessu, við verum að tala og þetta er eitt af því sem að Samtök atvinnulífsins meira segja hafa farið yfir. Ég held að sem meira segja frá aldamótum, þá liggur fyrir að verkalýðshreyfingin hefur samið að jafnaði 4% hækkun launa samkvæmt kostnaðarmati. Það er bara 4% sögður, en launavísitalan er 7% pluss. Launaskrið. Launaskrið. Það er ekki verkalýðshreyfingunni að kenna. Það er bara fyrirtækjunum að kenna og með nákvæmlega... Þetta er verulega einföldun viljið því að 1% af þessu launaskriði, það hefur reiknað, er bundið inn í kjarasamningana. Þetta er bara starfsaldurstengdar hækkanir... Nei, Dr. Kim, aðal sérfræðingur í vísitölum, var fenginn hingað til lands til að skoða akkurat þetta og hann blés á þetta. Þetta ætti ekki við rök að styðjast varðandi áhyggjur Samtaka atvinnulífsins. Þú þekkir þessa kjarasamninga jafnvel og við vitum alveg stundu köttuvöðun og himnastegan. En mér langar að segja í þessu samhengi varðandi vinnumarkaðsmódelið okkar. Ég hef ekki að hugsa þetta til enda hvernig við værum hér
ef við hefðum ekki þetta sterka verkalýðshreyfingu eins og við erum. Það sem að stéttarfélagsaðild er 91%. Í Evrópusambandinu þar sem menn vilja reyna að koma okkur inn núna, það er stéttarfélagsaðild í kringum 18%. Förum aðeins inn á ESB-málinu eftir. Ég ætla að klára þetta. Í gjaldmiðlaskýrslunni sem að ríkisstjórnin lét gefa út núna daginn, þá kemur fram... Allir hafa gleymt. Ég held að menn ætti að lesa hana, því að það er ekkert það að það borgi sig að taka hér upp evru. Það er bæði talað kosti og galla íslensku krónunar og svo framvegis. En það er líka sagt að kaupmáttaraukninga á Íslandi frá 2015 er að meðaltali 2,4% og meðan hún er á Norðurlöndunum 0,6 til 0,8%. Okkur hefur tekist þrátt fyrir allt að verja kaupmáttin hér í gegnum hinn ýmsu áföll. Sem er frábær árangur. Og við algjörlega og þökk sé íslenskri verkalýðshreyfingu. En er þá niðurstaðan, ég velti því fyrir mér að því nú höfum við brotist úr þessari miklu fátækt og mikla bjargáluna, hér er launajöfnuður mjög mikill, séreignarstefna sterk, öflugi lífeyrissjóði. Getur verið að menn hafa bara rangt fyrir sér? Kannski bara geggið að vera með dálítið háa verðbólgu og dálítið gíru að kjarasamning út í eitt og... Ég held að það eru hér hvað segir niðurstaðan? Það er heima tilbúin vandi sem að ég fullyrði að við getum tekið á sjálf. Það er í formi þess að ná niður hér verðbólgu með samstilltu átaki. Og þá er ég að tala átak aðila vinnumarkaðarins, stjórnvalda, sveitafélaga og svo framvegis. Þar verða náttúrulega menn, þegar maður horfir á svona tölur varðandi þar sem að menn er ekki að skila tilbaka vegna gengisbreytinga, menn verða bara að gera svolítið hætta. Það er búið að viðurkenna það. Já, það er búið að viðurkenna, já. En það sem ég ætla að fá að segja núna, og þetta er eiginlega spurningar til ykkar beggja, Vilhjálmur, nú horfum við upp á vinnumarkaðinn og Þorsteinn hefur nefnt að það er verið að segja fólki, atvinnuleysi er að aukast og það er mikill herpingur víða, ekki allstaðar en víða. Fyrirtækin eru þetta að segja fólki vegna þess að launakostnaðurinn er að gera þeim skrávefu, hvort sem það er vegna launahækkan eða almennt bara vegna þess að laun eru há í landinu. Er rétt viðbragð í slíkum aðstæðum að halda áfram að skrúfa launin upp? Er ekki hætt við að það leiði til þess að fyrirtækin muni einfallega segja fleirum upp? Ef við förum yfir þessa þætti, þá er byggingariðnaðurinn núna botnfrosinn og við skulum skoða af hverju er hann botnfrosinn. Það er í fyrsta lagi vegna þess að lóðaverð hér hefur rokið upp úr öllu valdi. Hér eru öll sveitafélög búin að herma eftir samfylkinguna á höfuðborgarsvæðinu og taka hér við innviðagjöld og ég veit ekki hvað þessi gjöld heita öll og síðan er það þessi gríðarlegi fjármagnskostnaður fyrirtækja. Það sem kostar 14-15% þessi framkvæmda lán. Menn tala ekkert vaxta kjörin þegar verið að tala íþyngjandi aðgerðir, álögur á fyrirtækin. Við þurfum að ná þessu niður. Ég held að stóra vandamálið sem að menn hafa lokað augunum fyrir varðandi þá vexti sem að við Íslendingar búum við og við verðum bara að viðurkenna það er íslenska lífeyrissjóðskerfið okkar. Við erum með 9.000 milljarðar sem að lífeyrissjóðir eiga. Þar af eru 6.000 milljarðar inn í íslensku hagkerfi. Ávöxtuna viðmið lífeyrissjóðana er 3,5%, sem þýðir hvað með 5,3% verðbólgu. Það er 9% nafnávöxtun. Og ef að menn skoða þetta bara árin og áratugina aftur í tíman, þá hangir nafnvextir á Íslandi saman við ávöxtuna viðmið lífeyrissjóðana að langstæðstum hlut. Vilhjálmur, þú ert mjög klókur, en þú ert ekki nógu klókur til að afvegaleiða mig í þessu. Spurningin var, er ekki óðsmannsæði að fara að hækka laun á fólk þar sem verður að segja fólki vegna launakost? Ég get tekið mesta eitur í beinum verkalýðshreyfingarinnar og ég held líka samtök atvinnulífsins og bara almennings í þessu landi er aukið atvinnulífs. Eru þið ekki að leika ykkur að eldinu með þessu? Þess vegna ber okkur siðferðisleg skylda gagnvart okkar félagsmönnum að finna leiðir. Ég hef alltaf sagt það, Stefán Einar, að hagsmunir launafólks, stéttarfélaga og atvinnurekanda fara saman í 99,9% tilfella. Það skiptir okkur máli að fyrirtækinu gangi vel, að þeim sé sköpuð þannig skilyrði að þau geti borga fólkinu góð laun, fjölga störfum og svo framvegis. Og við þurfum
að finna sameiginlega leið í því hvernig getum við mætt þessari stöðu. Það getum við... Þetta virkaði ekki í fyrsta skiptið, þetta mun ekki virka heldur núna. Spurningin það ekki Ósmar sagði að krefjast launahækkana? Þú getur lagfært réttindi og kjör fólks án þess að það kosti mikið. Það eru allskins réttindi sem þú getur bæði gert með gagnvart stjórnvöldum, gagnvart atvinnulífinu, án þess að því fylgi mikið. Einhvers konar millifærslur þá? Við tökum einfalt dæmi. Hvað er það besta sem myndi gerast fyrir íslenskt launafólk? Það ef atvinnurekendur, samtök atvinnulífsins og þeirra aðildafyrirtæki, stjórnvöld, sveitarfélög myndu skuldbinda sig með undirritun. Verðlag hækkar ekki meir 2,5% sem verðbólgumarkmið Seðlabankans út samningstíma. Ýmis sveitarfélög hafa gert þetta. Ég veit bara, menn lofuðu þessu síðast, en menn bara svikuðu það. En menn fóru líka, áður en ég kem að spurningum til þín, Þorsteinn, við sáum líka hvernig sveitarfélögin fóru inn í kjarasamningana við kennarana. Menn hafa ekki haldið línu í þessu, en maður hefur dálítið einhvern veginn saknað þess að bæði atvinnurekendur og verkefnishreyfingin léti almennilegt sér heyra út. Það einhvern veginn eins og menn séu feimnir við að beina spjótunum að þeir eru tilteknu atvinnugrein sem að nær með einhverjum hætti að beita sumarskrúfu á kerfið og setja allt í loftu. Það bara liggur fyrir að þegar að íslenskt verkafólk, það geftir fólki sem með lægstu tekjurnar. Við bara gerðum okkur grein fyrir því að það væri meiri ávinningu fyrir okkur í að vinna bug á verðbólgunni, vinna bug á hækkun á leiguverði, vinna bug á vöxtum með því að semja með hófstilltum hætti. En aðrir gerðu það bara ekki. Og takk þetta, Stefán, við sömdum við ríkið, Efling og Starfsgreinasamband Íslands, með nákvæmlega sama hættu og við sömdum við samtök atvinnulífsins. Og við sömdum líka við sveitafélögin. En svo fóru þau og sömdu við aðra. Eins og þau gera gjarnan við lækna og kennara og hjúkrunarfræðinga. Og segja svo að það þurfa að jafna launamun á milli markaða. Ég ætla bara að segja það hér og nú, þvílíkt kjaftaði. Einfallega vegna þess að launamunur á milli markaða í hináttina. En segðu mér eitt, Þorsteinn, í sambandi við þetta, þegar að menn gera þessa samninga 2024 og síðan hegða stjórnvöld sér með þeim hætti sem þau gera, meðal annars til dæmis bara með þessum breytingum á bifreiðagjöldunum og því áramótið, þó allir hafi varað við og menn allir staðfesta hefur orðið til þess að kynna til verðbólgunni í landinu. 0,56%. Ekki bara atvinnurekendur eins og launþegarekendur, það ekki bara nauðbeygt til þess að setja þessa kjarasamninga loft upp til að segja við stjórnvöld, þið verður bara að læra eitthvað leksju hér. Við getum ekki undirritað hér samning og bundið okkar fólk í báða skó og síðan gerir þið bara það sem ykkur sýnist. Sko, við höfum ítrekkað gagnrýnt hið opinbera fyrir að hafa farið út fyrir línu í síðustu kjarasamningum. Það er á ljóst, það ásýst að víða hjá hinu opinbera í þessari kjarasamningarlotu. Það er mjög miður, við höfum líka miklar áhyggjur af því að bara launakostnaður hins opinbera að hækka gríðarlega mikið, ekki bara út af hækkunum, heldur bara gríðarlegri fjölgun opinbera starfsmanna á undanförnum árum. Og það sem er alveg sammerkt að mínu viti með núverandi ríkisstjórn og síðustu ríkisstjórn, það hefur engin ráðdeild verið sýnd sem heiti getur í rekstri hins opinbera. Það hefur ekki verið gætt að því hvernig megi auka framleiðnistig hins opinbera, halda þá í það mesta fjölgun opinbera starfsmanna með einhverjum hætti í skefjum og þar með kostnaðarvexti. Þeim fjölgaðum 1000 frá maímánuði í fyrra til maímánuðar í ár. Já. Og þetta á endanum bara aukin byrði á verðmætasköpunum í landinu sem á endanum hún kiknar undan. Og þetta er það sem við köllum alveg skýrt eftir áhersla stjórnvalda inn í fjárlagagerð hausts núna verður að vera á að létta álögum, styrkja rekstrarumhverfi fyrirtækja í iðnaði, í atvinnulífinu heilt yfir og á sama tími að... Allt sem þau eru að boða þeir í hina áttina. Já, það höfum gagnrýnt mjög harðlega. Þetta er bara, það er með sama hætti og það er óðsmannsæðið að ætla að fara að hækka launakostnað fyrirtækja enn meira við þær kringumstæður sem að fyrirtæki eru að reyna að skera niður kostnaðinn með öllum tiltækum. Þá er líka óðsmannsæði að ætla að hækka þau í opinbera. En er ekki eina leiðin fyrir ykkur, eins og Vilhjálm, að hleypa þessu samningum í loftu upp til þess að þvinga þau að borða því að þau ekki að taka sönsum. Þau hlusta hvorki að Hagstofunni, Seðlabankann eða Vilhjálm, þau hlusta ekki á neitt.
Við erum bara réttri leið? Við erum einfallega kallað eftir því að við þurfum að ná einhverjum samhljóm hér hvernig við ætlum að vinna okkur út úr þeirri stöðu sem við erum í, hvernig ætlum við að styrkja samkeppnisstöðuna okkur á nýjan leik, hvernig ætlum við að ná hér, að því að Vilhjálmur nefndi, hárri verðbólgu fylgir hár fjármagnskostnaður og það alveg rétt, það eitt stærsta vandamál íslensks atvinnulífs í dag, hár fjármagnskostnaður. En þið munið ekki geta gengið frá endurskoðun þessara kjarasamninga að öll óbreytt, þið verða að fá eitthvað að borðið frá stjórnvöldum. Það alveg klárt mál að bæði hefur forysta verkalýðshreyfingarinnar kallað eftir aðgerðum af hálfu stjórnvalda en atvinnuvegir ekkert síður að kalla eftir því. Við verðum að sjá hér trúverðugt plan og við þurfum að taka höndum saman og það að smíða það plan. Hvernig ætlum við að vinna okkur út úr þessari stöðu sem við erum í? Og það líka stjórnvöld lykilhlutur. Að því við ræddum, við töluðum kaupmáttaraukninguna sem er frábær árangur eins og Vilhjálmur myndir á. Við erum með 2,5% kaupmáttaraukningu að meðaltali núna undanfarin 10 ár pluss. Við erum auðvitað að rísa upp úr einu mesta kaupmáttarfalli sem við höfum sögulega orðið fyrir í hruni á þessum tíma. En það að verða til frábærar atvinnugreinar. Ég nefndi hugverkaiðnaðinn áðan sem að verða bara einn okkar helsta útflutningsstöð. Ferðaþjónustan auðvitað vel þekkt dæmi. Margt spennandi og tækifæri. Margt spennandi sem hefur verið að gera og þetta auðvitað, atvinnulífið hefur verið alveg ótrúlega þrautsegt hér í að auka verðmætasköpunina á undanförnum áratugum. Rís okkar upp úr hrunu eitthvað sem ég held að engan hefði órað fyrir. Ef við hefum reynt að horta hér horta á spilin 2010, 11, 12, hvar við værum stödd hér 10-15 árum síðar. Það hefði ekki tekist ef við verið innan Evrópusambandsins og með Evró þá? Geyma Evrópuumræðuna hér en það sem er alveg skýrt. Ég segi vel að það eitthvað í vatninu okkur hvað þetta var. Við erum frumkvöðlar í eðli okkar, við erum ótrúlega snögg að bregðast við þegar aðstæður breytast, við erum útsjónarsöm. Auðvitað höfum við líka verið gagnrýnd fyrir að vera agalög stundum og gert mikið grín að samlíkingunum við Víking á sínu tíma og allt þetta, en það verður ekkert framhjá því horft. Íslenskt atvinnulíf hefur verið stórkostlega útsjónarsamt og atvinnustig hátt. Fylgir sér á atvinnustig hátt, skapa mikla verðmætasköpun, en þetta ekkert sjálfgefið. Og við þurfum að horfa til þess hér frábær árangur undanfarin 10-15 ár, en hvernig ætlum við að halda áfram að byggja upp þessu vegferð? Hvernig ætlum við að styrkja samkeppnisstöðuna okkar? Hvernig ætlum við að tryggja það að þessi staða sem víðsjáður verðnuna breytist ekki í einhvern almennan þungan samdrátt í hagkerfinu af því að við þessu var ekki brugðist? Núna á mánudagsmorgun verður kveikt á kaffivélinni í svörtu loftum og þar kemur peningastefnunefndin saman og þau munu funda á maraþonfundum á mánudag og þriðjudag. Á miðvikudagsmorgun verður tilkynnt það hvernig stýrivöxtum verður háttað hér fram í októbermánuð. Einhverjir greiningar aðallega spá 25 punkta hækkun, aðrir halda sér höndum. Það voru í Seðlabankanum þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og umræðan gjaldmiðilinn og vaxtastigið. Hvernig spáið þið því að Seðlabankinn tækja þessu núna í næstu viku? Ég held að vera algjört óráð hjá Seðlabankanum núna í aðdraganda bæði þess að hér að verða forsendubrestu kjarasamninga, að koma hér með 0,25 punkta hækkun, þá værum við konum í stýrivextinu upp í 8%. Þá værum við ekki nema 1,25% frá því þegar við lögðum upp í þessa ferð. Þetta algjörlega galið og það virðist vera bara, eins og kemur fram líka hjá mörgum greiningaraðilum, til dæmis gjaldmiðlaskýrslunni, að stýritæki Seðlabankans bara ekki að virka sem skyldi. Og af hverju skyldi það ekki vera að virka sem skyldi? Einfaldlega vegna útbreiddar notkun verðtryggingar á Íslandi. Þetta kemur fram meðal annars hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, þetta kemur í gjaldmiðlaskýrslunni og þetta kemur víða. Þetta stýritæki ekki að virka eins og það að gera í þeim löndum sem við erum að bera okkur saman við vegna þess, og tækið eftir, þessi 409 milljarðar sem að losnuðu óverðtryggðu vöxtum, öllu þessu fólki var bara smalað inn í verðtryggðu vextina og þessir verðtryggðu vextir eru þannig núna að þeir eru
samningstíman. Þeir eru fastir út samningstíman í 4,5%. Þannig eru ný lán sem þú ert að taka. Einn af varaseðlabankastjórunum hefur nú skrifað merkjaða rannsóknarritgerð það að vaxtastigið miðlist alveg vel í gegnum verðtryggða hlutann eins og óverðtryggða. Það er bara algjörlega fráleitt og meira segja berðum ekki saman Ásgeiri og þú vartu væntanlega þá að vitna í Þórarinn. Þórarinn Ingi Pétursson. Já, þeim ber ekki eins og saman þetta. Þú var sammála Ásgeiri? Algjörlega sammála Ásgeiri, þetta bara blasir við. Við þurfum að afnema hér verðtryggingu því að til að ná niður hér vaxtastigi þá þurfum við að afnema hér verðtryggingu og við getum gert hana. Við getum breytt hér Landsbankanum okkar í samfélagsbanka, lækka arðsemiskröfuna hér niður í 6% og takið eftir. Getur verið að stjórnmálamenn hafi engan áhuga á því að taka aðeins á fjármálakerfinu einfallega vegna þess að frá árinu 2013 hefur ríkissjóður fengið 250 milljarða í arðgreiðslur frá Landsbankanum. Takið eftir frá 2013 250 milljarða. Ríkisskulda líka verðtryggt. Við getum lækkað vextina, afnema verðtrygginguna og gerum hér samfélagsbanka og Landsbankanum og þá getum við kannski lækkað vaxtastig hér 1,5–2%. Þorsteinn, hvað heldur þú að peningastefnunefndin gera á miðvikudaginn? Hvernig horfir þetta, ef þú sætir við þetta borð? Ég er alltaf nánast ósammála öllu því sem að Vili sagði hérna áðan nema því að það er algjörlega fjárstöðukennt að ætla að hækka vaxtastig frekar við þessi skilyrði. Það er alveg augljóst að peningastefnan er byrjuð að bíta. Hún er að bíta með víða og við sjáum að við erum enn að glíma við verðbólgu, það er alveg rétt. Væri rangt að skrúa það enn frekar upp? Já, við sjáum bara alveg skýr merki þess að vaxtastigið er farið að þrengja verulega að í atvinnulífi og hjá heimilum. Það er að draga úr þá eftirspurnaþrýsting í hagkerfinu hjá okkur. Ég held að Seðlabankinn skynsamast að vera Seðlabankanum að halda að sér höndum núverandi frekari hækkanir og leyfa einfallega áhrifum þeirra hækkana sem þegar eru komnir inn í kerfið að koma fram, sem aðrir eru þegar byrjaðar að gera. Það er bara ekkert langt í það held ég að það þurfa að fara að beita hér örvandi tækjum á hagkerfi hjá okkur. Þetta snýr gjarnan mjög hratt hjá okkur þegar það snýr og bara viðvörunarljósin eru logandi hér út allt í augnablikinu. Ég held að það væri að hella olíu á þann eld að hækka vaxtastigið enn frekar. Ég get tekið undir þetta hjá honum, Þorsteini, og ég er algjörlega líka á þeim stað að skapa íslensku fyrirtækjum góð rekstrarskilyrði. Eins og ég sagði áðan hann að þau geti greitt fólkinu góða laun og fjölga störfum og þegar ég var að keyra hingað í þennan þátt þá sá ég hvalveiðiskip sigla hér inn fjörðin vonandi með 2 langreyðar. Þar eru 200 manns að vinna en núna er fyrirhugað að það er að leggja fram einhvert frumvarp í haust þar sem að hugsanlega banna þessa starfsemi. Það er bara þannig að þetta ágæta fólk það verðist ekki átt að segja því að fólki þarf atvinnu í þessu landi. Það þarf verðmætasköpun, það þarf gjaldeyrisskapandi störf og þetta skiptir okkur Vestlendinga og okkur Akurnesinga gríðarlega miklu máli að hvernig þetta ágæta fólk talar atvinnulífið oft á tíðum. Það bara hugnast mér ekki. Atvinnulífið hefur verið, og maður heyrir atvinnulífið engjast síðustu vikurnar sérstaklega í þessari Evrópusambandsumræðu það hvernig talað er atvinnulífið á Íslandi og að þetta sé hér allt vont og það sé verið að fara illa með almenningi í landinu að því að við séum ekki hluti af Evrópusambandinu. Þær tala bara mjög skýrt í þá Hanna Katrín, Þorgerður Katrín, Kristrún Frostadóttir, þær hafa gert það bæði hér heim og erlendis. Óháð Evrópuumræðinni, já, ég heyri bara mjög víða úr atvinnulífinu mikla óánægju með það hvernig talað er til atvinnulífsins hvað þetta varðar. En er þetta ekki verkfæri í Evrópuumræðinni? Er það ekki augljóst? Það má vel vera, ég ætla ekki að fabla mikið það sjálfur, en það er alveg rétt, ég vil að hagsmunir okkar eru algjörlega samofnir atvinnurekenda og launafólks. Það er ekkert blómlegt atvinnulíf án þess að þessi öflugur kaupmáttur í hagkerfinu. Það er heldur ekki öflugur kaupmáttur í hagkerfinu nema það sé blómlegt atvinnulíf. Þetta helst algjörlega í hendur og mér finnst leiðilegt þegar það er að vega einhvern veginn saman
eða vega aðeila gegn hvorum öðrum hvað þetta varðar. Við göngum algjörlega í takt hvað þetta varðar. Öflug, sterk verðmætasköpun, góð samkeppnisstaða atvinnulífs skilar öflugum og góðum lífskjör. Einasta sjávarþorp eða einasti kaupstaður sem með sterkt atvinnulíf innan sinna vébanda, þar bara meiri blómi. Það bara meiri sól og það meiri gleði þar sem kraftur í atvinnulífinu. Atvinnulífi jafnvel að taka þátt í félagslegri uppbyggingu, íþróttastarfs og svo framvegis. Þannig að atvinnulífið skiptir öllu máli. Aukin verðmætasköpun það þannig sem við náum að vinna okkur út úr þeim vanda sem við erum í á hverjum tíma fyrir sig. Ég vil heldur ekkert einskorða þessa umræðu einvörðungu við núverandi ríkisstjórn, þó að við vissulega finnst mér neikvæðari tón núna í garð atvinnulífsins. Það hefur hins vegar bara því miður verið samhangandi síðastliðin áratugu eða svo. Ég finn líka. Það búið að vera gríðalegur vöxtur í ríkisútgjöldunum, það búið að vera gríðalega ásókn í aukna skattheimtu á atvinnulífið hjá okkur. Hér verið að boða afnám endurgreiðslu virðisauka af vinnu- og byggingarstað sem til þess að reyna að jafna stöðu byggingariðnaðarins að því hann stendur utan virðisaukakerfisins. Þau verðist ekki átt að segja því að það ekki verið að byggja neitt að færðukortið eitthvað. Það sem við þekkjum fyrir það fyrsta fyrir ekki bara svo við hafa kláravili, við höfum margótt farið í gegnum svo sveiflur áður. Þegar þetta hefur verið lækkað þá aukum við því miður svarta atvinnustarfsemi í hagkerfinu hjá okkur. Þetta sterkasti hvati ríkissjóðs til þess að halda tekjunum upp á yfirborðinu, að endurgreiða virðisaukaskattinn af vinnu- og byggingarstað og þetta verðist stjórnvöld seint alltaf að læra. Það var síðasta ríkisstjórn sem hóf þessa vegferð og þessi ríkisstjórn verðist alltaf þá að ljúka með því að afnema þetta fullu. Þetta algjörlega galið með við núverandi stöðugreina. Tek undir það. Ég vil líka segja ég heyri að atvinnulífið líka að kvarta undan þessa ríkisstjórn. Það að kvarta og hvernig talað til hennar. Ég ætla líka að segja bara gagnvart verkalýðshreyfingunni. Ég búin að vera í þessu 22 ár. Ég hef aldrei fundið þennan tón áður. Ef þið skoðið ræður Kristrúnar Frostadóttur og hvernig þau hafa talað, að þá eru þau búin að segja að liðka til fyrir kjarasamningum með ófjármögnum aðgerðapökkum eins og gert hefur verið í gegnum tíðina, heyri bara sögunni til. Við munum ekki gera þetta áður. Þetta eru skilaboð sem að ég hefði ekki átt von á að fá að heyra frá ríkisstjórn sem kennir sig við félagshyggju, réttlæti og jöfnuð og þykist í góðu sambandi við íslenska verkalýðshreyfingu. Hún er það ekki. Er það ekki góða samskipti við ykkur? Nei, það getur vel verið að Kristrún sé að tala við ykkur flossískinni sín innan verkalýðshreyfingarna, ég veit það ekki, en við erum ekki verið miklu samskipti við þau. Einhverjir hópar hafa verið, en það hefur ekkert komið út úr þessu. Ég vil bara segja, þegar ég verið að tala um ófjármagnaða aðgerðapakka, hvað hefur verkalýðshreyfingin verið að gera? Vitið í hverju þessar ófjármögnuðu aðgerðapakkar eru fólknir? Það hefur verið að lagfæra barnabætur sem hafa kannski ekki haldið verðgildi síni í 4, 5, 6 ár eða eins og í síðustu samningum þar sem að verðgildi ábyrgðasjóðs launa, krafna þar inni, hafi ekki hækkað frá árinu 2017. Við erum að lagfæra þessa tölur upp á við sem að stjórnvöld hafa hunsað að láta fylgja annarkvort verðlagi eða launaþróun og svo sagt að þetta ófjármagnaðar aðgerðir. Og hugsið ykkur ef við hefðum ekki verkalýðshreyfinguna. Hvernig þessi félagslegu kerfi myndu öll grotna niður hægt og bítandi. Við þurfum að ræða þetta betur þegar að ríkisstjórnin sýnir á spilin sem að verður nú sennilega ekki fyrir eftir 29. ágúst eru upptekið við það. Fyrir nokkrum árum, nokkrum misserum þá lýstið þú yfir áhuga því að skoða möguleikan á að taka upp evru. Margir töldu að þú væri komin á þennan svo kallaða Evrópuvagn við það, en þú ert augljóslega alveg þversum, það þarf ekkert að deila það. Ég skora á fyrsta lagi, af því að mér er legið, ég fengi væna guðsu þetta. Hvað sagði ég á þessum tíma? Ég sagðist vera búin að gefast upp á íslensku krónunni og ég vildi láta kanna kosti og galla hennar af óháðum erlendum aðilum. Og það var gert. Og kosti og galla þess að skoða aðra gjaldmiðla. Þar á meðal kanadískan dollara, evru eða whatever. Þetta var gert. Gjaldmiðlaskýrslan er síðan gerð, en hún laut bara að evrunu og upptöku evru samhliða inngöngu í Evrópusambandi. Þannig að menn nýttu sér þetta tækifæri. En það stórkostlega í þessu, að eftir að vera búin að lesa þá skýrslu,
þá kemur bara skýrt fram að krónan hefur galla en hún hefur líka svo sannarlega kosti. Og ég las þessa skýrslu og búin að lesa hana 2 sinnum og kemst bara þeirri niðurstöðu að gjaldmiðlaskýrslan sem var kallað eftir, hún segir ekkit, það margborgar sig fyrir ykkur að taka upp evru og henda krónunni. Síður en svo, það talað kostina sem eru fólgnir aftur í því að krónan getur verið þessi höggdeifir, þessi þrýstijafnari sem þarf að hleypa út þegar áföll verða sem birtist þá hjá okkur í hækkun á verðbólgu en fólki í landinu heldur vinnunni. Það sem skiptir höfumáli í Evrópulöndunum, þar við efnahagslega áföll, þar getur ungt fólk 30, 40 og upp í 50% orðið atvinnulaust. Þorsteinn, menn hafa orðið líka var við ákveðin hringlanda þinni hálfu, ekki síður en hjá Vilhjálmi. Þú varst þingmaður og ráðherra fyrir Viðreisn. Þú ert ekki lengur í Viðreisn, núna ertu forsvarsmaður einna stærstu atvinnurekendasamtakanna. Við vitum ekki alveg nákvæmlega hver hluti samtakanna mest á móti Evrópusambandinu, einhver eru með. Hvernig horfir þetta við þér persónulega? Hvað ætlar að gera 29. ágúst? Hvað ætlar ég að gera? Já. Sko, ég veiti samtökum iðnaðar forystu og ég hef tjáð mig í raun og veru þessi mál sem reyndar frekar lítið á þeim forsendum. Það mitt hlutverk í dag og kannski persónulega skoðanir mínu skipta það þó ekki öllu máli heldur. Það alveg ljóst hefur komið fram það stærri hluti atvinnulífsins andjúgur aðild heldur en með, en það samt mjög skiptar skoðanir. Ég held að hjá okkur í samtökum iðnaðar eins þetta held ég svona 60% á móti, 40% með. Við tókum strax þá ákvörðun þegar að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla var sett á dagskrá að við ætlum ekki að beita okkur inn í þá umræðu. Við erum með hér félagsmenn sem eru eindreiði með aðild, við erum með félagsmenn sem eru algjörlega á móti aðild. Við sameinum enga hagsmuni í þessari umræðu. Þið hafið óttast að kljúfa samtökin svona eins og þjóðurinn að kloppa í hendur? Við teljum bara eðlilegt að við sögum bara þetta þjóðaratkvæðagreiðsla, það þjóðarinnar að ákveða það hvert hún vil fara. Það verður þá annar að leiða þá umræðu sem bara verið að gera ágætlega af bæði hálfu já og nei sinna. Við svolítið gagnrýnt ýmislegt sem kemur fram beggja vegna, við oft fara út í öfgan og allt það. En það líka bara mjög mikil og góð umræða sem eiga sér stað og þetta bara þjóðarinnar að ákveða hvert hún vil fara og við höfum bara sagt sem samtök tökum við þá ekki við keflinu fyrir en ef ákveðið að fara inn í aðildarviðræður þá þurfum við að gæta hagsmuna okkar félagsmanna í slíkum viðræðum. Bara hvers þarf að gæta, hvað þarf að varast og svo framvegis. En við höfum ekki skoðun inn í atkvæðagreiðsluna, þetta bara hvers fyrir sig að greiða atkvæði það. En hefur þér snúist hugur? Sko ég held að fólk getur nálega lesið í minn pólitíska bakgrunn og sagt ég var og mikill áhugamaður að skoða kosti og galla erlends gjaldmiðil sem raunhæfasta niðurstaðan hefur verið talin vera evra. Því að menn hafa margoft skoðað raunhæfur kostur að taka hér upp einhliða gjaldmiðil. Ef ég segi persónulega, þetta umræða gagnvart Evrópusambandi sem ég held að fyrst og fremst snúist sjávarútveg, landbúnað og mynt. Öðru leyti erum við að stærstum hluta inn í sambandinu. Ég mjög flinkur í að lesa á milli línuna. En það sem að ég myndi segja hins vegar í þessu samhengi bara tökum umræðuna svolítið vandaða. Það alveg augljóst og við höfum verið að ræða hluta af orsökinni hér. Við erum að glíma við mjög hátt verðbólgustig og vaxtastig. Stór hluti af því, ég ætla ekki að segja hversu hátt, innlent vandamál sem við getum tekið á sjálf. Það ykkar verkefni á... Það okkar verkefni. Lítilli mynt mun hins vegar alltaf fylgja eitthvað vaxtaálag og það líka hins vegar alveg rétt sem sagt henni fylgir ákveðin kostur. Stærsti kosturinn að hún fellur þegar við förum fram úr okkur. Það að stærstum hluta okkar vandamál sem að myntin hefur verið að leiðrétta hjá okkur í gegnum tíðina og það auðvitað rót vanda sem ég vil fyrst og fremst einblína og hvernig getum við leyst þann hluta. Getum ekki farið á dýpt inn í gjaldmiðlamálum hér að þessu sinni? Nei, en ég var samt að segja það. Stóra máli sem að venjulegt fólk að horfa á í þessar umræðu
hvort að það fái hér lægri vexti, verðbólgu og verðtrygging verði horfin við inngöngu í Evrópusambandið. Mér finnst þessi umræða vera á villigötum og mér finnst að hluta til vera að blekkja fólk. Einfaldlega vegna þess að það liggur alveg fyrir að það er ekkert verið að fara að semja þessa hluti í þessum aðildarviðræðum og fólk mun ekkert sjá í neinum samningi hvort það fái lægri vexti, verðbólgu eða verðtrygging verði. Talsmenn já til að sjá vilja meina að vextirnir fara að lækka leið og við segjum já. Þetta er algjört játaði, við þurfum að uppfylla þessi svoköldu Maastricht skilyrði. Þetta tæki, þetta ferli geti tekið að lágmarki 2 ár og jafnvel 5, 6, 7 ár og algjörlega óvíst hvort að þetta tækist, en takið eftir, ef við þurfum sjálf að ná tökum á verðbólgunni, lækka vexti og vera hér með gengistöðuleika og annars slíkt, af hverju gerum við það ekki bara sjálf eins og við þurfum hvað sem að gera, við ætlum að fá að taka upp evru. Komdu fagnandi. Ég er tilbúin í þess. Nú þarf ekki annað en stjórnvöldin að borðinu með ykkur. Það er erfitt að draga þau að þessu tiltekna borði en það er annar mál. Ég vona ekki að takist betur til í þeim efnum heldur mér. Ég held að sé kannski bara einmitt eitt í þessu samhengi, alveg óháð að burtséð frá Evrópuumræðunni núna sem eðli mál samkvæmt er í hápunkti. Verkefnin okkar eru og verða þau sömu fyrir og eftir 29. ágúst hvað varðar hér næstu misserin í íslensku efnahagslífi. Áskorunar sem við erum að glíma við eru áskorunar sem við þurfum að taka höndum saman að leysa. Með stjórnvöldum, með aðilum vinnumarkaðarins og við megum ekki gleyma þeirri staðreyndi í umræðu. Ég ætla bara að fá að klára þetta. Ég fer bara heim á meðan. Hugsa þér hvað gerist ef að jái verður við með þessi vandamál sem að blasa fyrir framan okkur, þar sem allar stofnanir samfélagsins verða undir lagðar í þessu og enginn er að pæla í vandamálinu sem við erum með beint fyrir framan okkur. En það er alveg skýr ábyrgð stjórnvalda að við verðum að hafa getu og svigrúm hér eftir 29. ágúst til þess að takast á það bara verðum við að gera. Þetta kemur í ljós þann 29. ágúst að 2 viku liðum. Þorsteinn Víglundsson og Vilhjálmur Birgisson, þakka kærlega fyrir þetta upplýsandi og góða spjall. Takk. Það verður hins vegar ekki meira á dagskrá hér hjá okkur þennan föstudaginn enda þátturinn orðinn langur og efnismikill. Ég minni ykkur hins vegar á bókaklúbbinn okkar. Dýrabær eftir George Orwell er til umfjöllunar núna. Þið getið útvegað ykkur þessa bók á sérstakur tilboðsverði í pennanum. Þetta er algjörlega frábært verk sem talar inn í aðstæður í dag. Rétt eins og það gerði á 5. áratugnum þegar bókin kom út í allt aðrar aðstæður en nú eru uppi. Við sjáumst að viku liðinni, verið sæl.